annarkur getur maður að fara í að bara fuck, þetta ógeðslega vont, ég vil hætta, skiptir einhverju máli, ég hætti núna, þetta þetta versta sem maður getur hugsað. Hjá mér þetta meira svona, þegar þetta orðið vont, þegar ég komin í rauða, það svona ok, það akkurat núna sem ég loksins að vera betri. Allt því sem ég var að gera, þangað til þetta var vont, ég gat það fyrir, en núna það sem ég að bæta mig, þegar þetta orðið vont og ég að held áfram, ég að íta mér í gegnum það, þá ég að verða betri. Ef maður getur ítt sér áfram, það bara hver mínúta sem ég kemst í gegnum þar, það bara nú ég að vera betri, nú ég að vera ennþá betri, nú ég að vera ennþá betri. Þú veist, það sem ég fann svona, það sem ég get fara að brosa og því ég bara fuck, núna ég að fara að geta unnið. Ég man hver ég var þegar ég sá Annie Mist í fyrsta skipti. Hún á stóran þátt í því að ég hef gefið CrossFit einhvern séns sem líkamsrækt og svo þegar maður var heldtekinn á sportinu þá var æðsta átrúnaðargoðið að sjálfsögðu Annie Mist Þórisdóttir. The Original Daughter, stelpan sem sigraði heimsleikana 2 ár í röð og ruddi veginn fyrir íþróttinni hér á landi. Annie ennþá ótrúlegt en satt. Og enn betra, eftir öll þessi ár hún ennþá í toppbaráttunni í sínu sporti. Ekki margir íþróttamenn sem stæra sig af því. Það hafa allir heyrt Annie Mist nefnd á nafn, en í þessu viðtali færð að heyra hvernig hún æfir, hvað hún borðar, hvernig hún kynntist CrossFit og hvað drífur hana áfram. Mér finnst ég mjög lánsamur að geta sest á móti fólki sem ég líti upp til og fengi að spyrja þau út í hvað sem er. Ég er búin að umgangast Annie í mörg ár og fengi að heyra hennar sögu margoft og hafði í rauninni smá áhyggjur af því að ég var að fá svör sem ég hefði heyrt í öðrum viðtölum. En ég hef sjaldan setið á móti podcastgesti og fengið jafn mikinn innblástur. Það verður að segjast. Mig grunaði að það væri erfitt að sigra heimsleikana einu sinni en vissi ekki hvaða andlegu breytingar þurftu að eiga sér stað til þess að vinna þá aftur. Nota bene, ekki mánuðina fyrir mót heldur á meðan heimsleikunum stóð. Og ég vissi að það var erfitt fyrir hann að ganga gegnum alvarleg bakmeiðsli á toppi ferilsins en ekki hversu mikla breytingar fylgdu með bataferlinu. Ég verð að segja að þetta podcast kom mér mikið óvart. Ég bjóst ekki við þessari hlið á Annie og það væri svona mikil hugsun á bakvið hvernig hún tækist á við mótlæti sem hún hefur fengið nóg af á sínum ferli. Það nóg mótlæti fyrir alla. Takk fyrir að hlusta, gangið vel í öllu sem þú tökuð fyrir hendur og vonandi getur þessi þáttur styttir stundir eða þá hvattið áfram í því sem þú ert að gera. Þá ég ánæður. Yfir í auglýsingar. Origo ætlar að bjóða öllum hlustendum podcastins 15% afslátt af heyrnartólunum sem ég er búin að röfla síðustu vikunar. En það ekki ástæðulausu því ég röfla ekki hvaða heyrnartól sem er. Hleðslan, já ég er að tala Bose Soundsport Free fyrir eða þú ert nýrhlustandi. Hleðslan mjög góð og heyrnartólin eru geymd í svokallari hleðsluösku svo þið hlaða sig eftir hverja notkun. Hljómgæðin eru mjög góð. Erfitt að koma til skila í orðum. Hér snýst þetta bara traust og þið verður bara að treysta því að mér finnst hljómgæðin raunverulega góð. Mjög góð. Og að sjálfsögðu þetta þráðlust. Bose Soundsport Free, farið inn á netverslun.is og græjaðu heyrnartólin fyrir þig og þína líkamsrækt eða bara í jólagjöf fyrir einhvern sem þið ert ekki vænt um. Afsláttarkóðin er SNORRE Snorri. 15% af út nóvember mánuð með ykkur góð. Joe and the Juice maður. Ef þú ert á höfuðborgarsvæðinu og langar í kaffi, þá býðið gott betur og stinga upp á kaffi og engifer eða túrmerikskoti saman á 500 krónur. Aðeins fyrir hlustendur The Snorri Björns Podcast Show. Þú mátt meira að segja hafa kaffið hvernig sem er, espresso skot, latte með laufbláður mjólk, americano eða uppáhallingur, bættu síðan engiferskoti við eða túrmerikskoti og borgaðu aðeins 500 krónur. Aðeins fyrir hlustendur podcastins, tilboðu gildir út nóvembermánuð 2018, Joe and the Juice Laugavegi, Lágmúla, Kringlunni, Smáralind, Laugum, Snorri Björns Podcast Show afsláttur, 500 krónur, kaffi, skot, verðið er að góðu. Næsta dagskrá, Annie Mist Þórisdóttir. Gjörið svo. Annie Mist Þórisdóttir. Er ég að taka tíman? Taka tíman? Já, tjóka. Nei, ég bara byrja að taka upp. Ok. Ég ætla að segja Annie Mist Þórisdóttir, The Original Daughter, velkomin í þáttinn. Woo! En þú veist, já, velkomin. Takk. Hvað segirðu? Ég segi ógeðslega gott. Ég er ótrúlega ánægð að vera komin í þáttin. Já, loksins. Herru, við erum búin að reyna að láta það ganga svolítið lengi. Já. Frá því að við fórum saman í ferð til Fond du Lac. Já. Það var skemmtilegt. Já, það er mjög gaman. Það er ekki oft góða sem minningar. Já, góða minningar maður. Wisconsin. Herru, ég var að horfa á að taka æfingu í gær. Má segja hvað fór fram þar eða er það leyndamál? Nei, ekkert leyndó. Deadliftið? Já. Hvað, 170? Og 2,5. Sinnum? 5. Það er huge. Já. Ég þurfti að vinna í deadinu mínu. Nei. Nei.
Þetta var svona, var þetta ekki svona smá sparæfing? Þetta var svona, þú sást á að prógrama þungt deadlift nokkur sinnum og þú svona, yes, þetta er Núna fæ ég að skína. Já, loksins. Loksins. Nei, mér hefur þótt svona svolítið leðilegt að við höfum ekki verið að vinna í deadinu mínu mikið og því ég mjög sterk í deadi. En það skiptir máli að vinna í styrkleikonu sinni líka og gera það einhverju sem ég get unnið allir. Ég vann ekki deadið á leikunum í CrossFit, á One Rep Maxi deadi og ég vann það ekki. Var það 10 sem að vann eða? Ég held það nefnilega. Hvað fór hún í? Mér langar að segja 185 eða 182 eitthvað þannig. Og þú varst í? 175. Ég á alveg meira. Já, einmitt. En ég tók ekki meira, eða þú veist, það var 3. tilraun mín. Ég var í smá bulli með pundin, bara eins og venjulega. Það er alltaf eins, ég hef allt skrifa á flöskunum mínum bara hvað ég ætla í. Já, búin að teipa það ekki, teipa vassbrúsan og skrifa tölurnar fyrir. Já, ég túsaði bara brúsan sko. Já. Brúsin er þá til, með öllum tölunum, meðan æfinga ger. Hvað, axlapressa, hnébegja og deadlift? Og deadlift. Þannig ég var með alla tölurnar bara að skrifa hvað það væri í pundum sem ég ætlaði að fara í tilraun 1, tilraun 2 og tilraun 3. Og þú veist, Emily vel, þá gæti ég kannski farið örlítið þyngra. En ég svona hugsaði ekki út í það, ég held að það væri meira í tilraun 3 sem við höfum skrifað upp. Þannig að ég bara náði tilraun 3 í öllum. En þegar þú ferð inn á leikana núna, þetta var í ágúst. Já. Hversu líklegt finnst þér þegar þú labbar inn á keppnisskólu, búin að taka einhverjar æfingar og leikarnir eru byrjaðir, þú ert svona í þínu toppstandi en það er strax búið að taka smá úr ykkur, þú veist, þú voru búin að hjóla, róa marathon. Nei, við vorum ekki búin með marathoni. Það var ekki búið? Marathoni var eftir þetta. Það var sama dag, það var kvöldið. Já. Hversu líklegt finnst þér að þú náir að maxa? Fattur, að þú náir að bæta mögulega metið þitt eða fara upp í 100%? Mjög líklegt. Já, af hverju það? Það meikar svo lítið sens. Ég er alveg samanlegar. Þetta er mjög crossfitlegt dæmi, sko. Þetta er svolítið svona keppniskapið og þetta er svo mikið hugulegt. Andlegt finnst mér þegar það eru komna miklar þyngdir á stanginnar. Það er mikið erfiðara finnst mér á æfingu heldur en í móti. Í móti setja ég þetta bara í eitthvað, ég veit ég hef gert þetta, þannig ég get gert þetta, skilurðu. Og svona adrenalínið og spennan frá öllum í kringum hann og ég veit ekki, ég er allavega manneskjan sem að svona, ég tek yfirleitt maxi mitt í keppni og flest maxi mín eru sett í keppni, skilur bætingar, myndi ég segja. En aftur á móti þarna það voru við bara með 4 mínútur og voru með 3 lyftur sem við gætum tekið á 4 mínútum og minnst það alltaf pínu skeri, alltaf lagi með 4 mínúturnar en ég hefði viljað kannski vera með bara eins marga tilraunir á maður vill á 4 mínútum, þó sem ég myndi kannski bara taka 3 ár, en þá veit ég ef ég feila þá get ég reynt aftur eða þú veist, farið upp eða niður í þyngd, þarna var bara að setja þyngd á stöngina og mátt ekki fara niður aftur og þá vill maður vera með fyrstu, þannig að hún sé alveg örugg, ég er ekki að fara að eyðileggja fyrir mér mótið og því ég næ ekki fyrstu lyftinu minni, þá er ég náttúrulega búin að taka í burt að þann sensa á að vinna. Og þú ert ekki að tala vinna þessa æfingur, tala bara á leikunum, þannig að maður er ekki tilbúin til að taka þannig áhættu, þannig að maður þarf að vera með eitthvað sem maður veit að maður nær hvenær sem fyrstu lyftu, síðan tekur maður svona millistökkið og síðan er það voða erfitt að maxi og átt bara eina eftir, skilurðu, til þess að ná PR eða maxi og búin að taka 2 lyftur þannig að ég er brána, ég er mjög nálægt maxinu mínu í beigjunni. Ég náði maxi held ég í axlapressu, 65 kílóum og náði 175 í deadinu. Ég hélt að ég væri með 180 stönginni. Út af pundunum. En allavega hún fór að létta upp og líka að góða við það. Ég var bara góð eftir þetta event. Þú veist, þetta er svona andlega var þetta skeri event fyrir mig. Ég var spennt fyrir því en ég var hrædd við það og því ég hef ekki tekið CrossFit Total. Þetta er svona æfing sem heitir CrossFit Total. Það er One Rep Maxi beigju, One Rep Maxi axlapressu og One Rep Maxi deaddi og seinast þegar ég tóka það var lok 2012 þegar ég mitti mig í bakinu. Það er í alvörinni, þetta var bara comeback í þessar æfingu. Já, svolítið. Ég bara, bætti mig í back squatti 2012 og fór svo bara beint í deaddið og stútaði með bakinu. Græðki. Já, ég var að mynda að hugsa og þetta var svo mikil átök hérna í gær á lyftingarsvæðinu, þú varst greinilega all-in og ég var svona, herðu, við erum ekkert að fara að horfa á okkur 2012 dæmi hérna Hættu nú alveg.
ég sá alveg hvað þetta reyndi mikið á og við tölum myndi í gerkvöldi þú tókst fyrsta reppið og ég bara shit, jöfull var þetta gott maður sér bara, herri, næsta repp og ég hún ætla að taka 2 nei, herri, 3 og 4 og 5 og ég bara, herri, hversu þungt var þetta? 172,5 þú veist, þetta eru risa tölur já, þetta er alveg góða tölur ég er ánægð með þessar tölur hvernig er þetta eins og fyrir Annie sem var að byrja í CrossFit fyrir 9-10 árum? 10 árum 10 árum Úff. Komstu inn í þetta svona sterk? Nei, ég hafði aldrei lyft lóðum þannig séð svona við byrjum kannski aðeins ég komst inn í svona elitu hópi bootcamp og þá byrjaði ég aðeins að lyfta lóðum en ætli það hef ekki verið svona 18 ára 17, 18 Hápunturinn komst inn í elitu hópi Elitu hópurinn Nei, þá byrjaði ég svona aðeins að lyfta lóðum með strákunum og eitthvað og nei, ég hef alltaf verið frekar sterk og alltaf verið sterk í detti ég veit ekki af hverju það er bara verið svona eitt af þessum basic hreyfingum bara sem ég hef verið góð í ég held að ég sé ágætlega beigði það ég með langar hendur já, einmitt, það er lett að taka monkey arms þannig að ég þarf ekki að lyfta stöngina eins langt nei, en ég líka með langa fætur þannig ég þarf að koma ansi langt frá gólfinu þannig að við erum upp á móti Það veist, geggjaði gæðir að bæði var pappiðinn að horfa á þig taka deadliftið og mammaðinn að taka þetta upp þú varst þarna á æfingu með þeim báðum Já Eru þið mjög samheldin í þessu, í crossfitinu? Já, ég myndi að segja það þeir mæta nú ekki alltaf með mér á æfingu en það er ótrúlega gaman finnst mér þegar þau komast að æfingu á sama tíma og þau eru kannski að æfa við hliðina á mér eða taka vott og ég kannski segja hvað það er að gera eða geti hjálpaði maður aðeins þau byrjuðu CrossFit undan mér sko Já, Já, hvernig gerist þetta? Þú varst förum aftur á byrjunaritt þú ert sko, ef við byrjum alveg á byrjunni þá elstu upp á Vík í Mýrdal eða ekki? Jú Hvað kemur til? Hvað kemur til? Pappi hann er frá Vík í Mýrdal eða frá Hvoli svona ættir ekki í Hvolsfjölskylduna hann að Sveitabæ rétt hjá Vík og systirina mömmu flytt til Víkur kynnist manni og flytt til Víkur og svo kynnist mamma pappa og þau okkar bara flytt til Víkur og við erum þar ég er bara þangað til ég er svona 6 ára þá flyttum við til Noregs 1 ár og svo flyttum við til Reykjavíkur og við erum hérna í bænum en við förum alltaf regla til Víkur amma og afi er í Vík og bróðans pappa er með Sveitabæna þarna Hvoli og alltaf, þannig að þetta svona þar byrja ég Þú þá væntanlega að vera svona aktífur krakki út að leika Já, þetta var svona svaka frelsi ég man alveg eftir þessu bara að maður gæti farið út ég labbaði bara yfir götuna yfir í leikskólan það sem amma tók á móti mér skilurðu og svo fekk maður bara að leika sér úti og fara í fjöllin og læra veiða og veiða fugla og tína egg og maður var svona ég veit ekki, maður lærði það svo mikið á lífið bara að fá að vera í sveitinni og fá að fara í sveit hjá frænda mínum og hjálpa til og fara reglulega til og afi svaka mikið í veiðum og mótuhjólum og göngum og öllu þannig að maður var alltaf aktífur og afi ekki sett á svona uppbyggingakeppni fyrir öll barnabörnin þannig að við fengum alltaf pening fyrir hverjar uppbyggingu sem við gerðum og þetta byrjaði mjög snemma sem að var svona alltaf einhver áskorun og alltaf eitthvað sem að var að gera svona aðeins út fyrir þægindarhingin það byrjaði bara mjög snemma og hefur haldið áfram bara þangað til núna Já, í hvaða íþróttir ferðu síðan? Var ekki fimleikar og ballett? Jú, ég var í ballett þegar við vorum í Noregi en meðan það ekki alveg nógu skemmtilegt, mér langaði í fimleika drauminu var fimleikar, þannig leið að við fluttum eftir Íslands, þá fór ég í fimleika og ég var í fimleikum í einhver 9-10 ár Wow, já, svona lengi Já, ég var þangað til ég byrjaði í menntaskóla ég fór inn í MR og ákvað að hætta í fimleikum þá, ég vissi að ég var aldrei að fara vera best í fimleikum ekki beigði það heldur ég er svona tiltölu að hávaxin fyrir fimleikana og já, var farin að finna fyrir smá meiðslum þar og svona þannig að ég ákvað skólingingum fyrir mikilvægast í heiminum þannig að ég fór bara áfullt í skólanum og í MR þá? Í MR og svaka munur að fara allt í einu frá því að vera að æfa 24-25 tíma á viku yfir í ekkert Já, hættur bara alveg Já, ég skráði mig, ég fór í jazzballettskóla Báru og var kannski 2 viku í
jazzballett og eitthvað, en mér fannst ballett mjög skemmtilegur, seinasta ára mitt í fimmlegum fórum alltaf í ballett klukkutíma 2 í viku, eitthvað þannig bara með fimmlega æfingunni og mér fannst það ótrúlega gaman þannig að ég ákvað að taka inntökupróf í listaskóla Íslands og komst inn byrjaði þar, var í smá tíma en mér fannst það bara ekki það var ekki alveg að henda mér þannig að ég svona með að setja of mikil breyting allar þessar breytingar á sama tíma þannig að ég ákvað að vera bara í jazzballskóla Báru og vera með þjálfari sem ég þekkti þar og já, þannig ég var bara einhvern mánuð eða eitthvað í listaskóla Íslands og fluttum mig svo yfir fór svo á listansbraut, ég byrjaði með listansbraut í jazzballettskóla Báru og þá var ég allt í einu bara komin í það að æfa var með 11 og 12 tíma á viku svona danstíma sem ég var í og danssögu og eitthvað þannig að ég er svona úr því að gera bara aðeins með ég get aldrei verið bara svona smá ég þarf bara að fara all in og reyna að vera best í því sem ég fer í þannig að allt í einu var þetta að vera að taka ansi mikinn tíma frá mér en mér fannst samt aldrei nóg og því mér fannst ekki ég elska að dansa og mér fannst ekki skemmtilega ræfingar en mér fannst ekki nóg ég veit ekki hvað rétt orð ég vil ekki móðga neitt að segja að þetta sé ekki nóg erfitt og því þetta var alveg mjög erfitt og þetta svaka samkeppni en ég vildi svitna meira Já, ég skil hvaðan það kemur með það sem þú ert að gera í dag þá skil ég hvað átt við með erfitt sko. en... Þannig að ég byrjaði í bootcamp með þessu Já, okay. En ég var í dansinum og bootcamp og danstalunum fannst það nú ekki alveg passa saman þar sem ég var að fá ansi mikið af vöðvum á efri búkin og allt það með ég vera náttúrulega fulli í bootcampinu líka og var alveg 3-4 sinnum í viku þar líka með þessu öllu saman og í MR og síðan langaði mér svo að byrja í stangastökki sem ég fór svo í þá hætti ég í dansunum ég kláraði 1 ár af 3 en það skipti ekki öllu máli og ég var ekkert að sækjast eftir dansgráðunni þannig að ég fór í stangastökk og það var ótrúlega skemmtilegt það var ógeðslega gaman sko þannig að ég var svona ok, hérna, ég er búin að finna mig núna en æfingarna með því fannst mér svo ógeðslega leiðilegar það er svona stuttur hlaupa og að taka allar þessar accessory-æfingar, mér fannst ekki mér langaði meira action, skilurðu mér fannst bara gaman að stökkva hitt fannst mér ekki skemmtilegt og þannig að ég hélt áfram alltaf í bootcampinu líka og síðan var ég þá komin upp í ég var af kannski 5-6 sinnum í viku og þetta var svona 3 tíma æfingar og svo var ég í bootcampinu leiðinni og síðan fór ég að skrá mig í þrekmótaröðina og lífstíðsmeistarann þá fer þetta að byrja það er svona, damn, þetta er ógeðslega gaman að keppa einhverjum svona bara action, skilurðu og seinasta ára mitt í MR þá fær Evert mig til þess að skrá mig hann var einn af þjálfarunum mínum í bootcamp þegar ég byrjaði í bootcampinu hann svona fær mig til að skrá mig í crossfit-keppni á Íslandi 2009 og ég fer bara ég var akkurat að klára stúdentsprófum í MR þannig að ég svona fekk að vera fyrst í munnlega starffræðiprófunu mínu fór munnlega starffræðiprófum mitt og fór svo bara beint að keppnistað að keppa og vann þá keppni og ég fekk sæti þá á heimsmeistarmótinu í CrossFit Þetta er örugglega bara einn fyrsta CrossFit-keppnin sem eru haldin á Íslandi eða ekki? Ég held það, jú ég held það Þú tekur þátt í henni og endar síðan bara á því að vinna sem CrossFit íþróttamaður Já Þannig að þetta var alveg, þetta er mikil ári, ég er ekki að segja, ég hef ekki farið í crossfitið einhvern tímann, en þetta svona jumpstartaði þessu svolítið hjá mér. Algjörlega. Og þá hafði ég bara 2 mánuði til þess að læra eins meira crossfit, hvað það er sem ég þurfti að gera, liftingarnar, byrja í ólympísku liftingum hjá Gísla og þetta er svona, þetta er svona fyrstu skref og við gerum eins að heimildamönd það þegar ég og Simbit fórum, sko. Þetta var alveg, við dokumentum þetta vel frá Kali, þetta var ógeðslega gaman sko og ég fór, mamma og pappi kom með mér og var svona að sjá okkur aðeins mig og Simbjörn og síðan eftir þetta, eftir að keppa það var ég bara, þetta er það sem ég vil gera ég er bara loksins búin að finna það sem ég vil gera og því það var eitthvað við það svona þetta var erfitt, líkamlega og andlega og þetta var svo ótrúlega fjölbreytt og ég fann að ég var bara náttúrulega góð í þessu og
og til maður gaman að svona pussa og sjá hvað ég gæti gert og ég vissi að mér myndi ekki leiðast í þessu það ekki hægt að leiðast í CrossFit. En varstu þarna ekkert eitthvað að hugsa að fara út í, þú veist, læknin eða Jú, ég ætlaði í læknin og ég ætlaði á Ólympíuleikana í stangastaki. Já, ég alveg þú búin að búa ætlaðir til bara á plan. Ólympíuleikana? Já, ég er búin að vinna í Íslandsmeistaratitil bæði innan hús og utan hús og ég var alveg búin að setja upp planið mitt hvað ég þurfti að ná til þess að komast hvert. Ég er ekkert að segja ég hefði náði en þú veist, ég var búin að byggja upp plan Þóri þetta sem þjálfara minn og ég var alveg svona þú veist, á tiltölulega góðum stað þar. Hefði þurft að losna þessum á þyngd af neðri bóknum. Ég er með aðeins svo mikið að veðum þar. Ég þurft að létta með aðeins þar og stakka efri bókin og alltaf ég var ekki svona, ég var ekki alveg komið með þetta. En þú veist, ég var komið plan fyrir þetta. Og þarna það var ég bara, ég verð að gefa þessu séns. Bara ég fann það, ég verð að pröfa þetta aftur. Taka 1 ár þar sem ég er actually að æfa fyrir þetta og sjá hvert ég kemst og því ég var í öðru sæti 2009, bara farin í seinasta eventi var ég ennþá í öðru sæti. Þannig varst tilbúin að leggja til hliðar sko ólympíudrauminn til þess að fara í áttina að crossfitinu, þessu litla sporti sem svona kraumaði eitthvað í, sem svona mögulega gat orðið eitthvað úr. Já. Geðveikt. Ég fann bara, það var bara rétt ákvörðun fyrir mig. Mér að gaman að stökkva en mér fannst það ekki það komst ekki nálægt crossfit. Þannig að ég fann bara að þetta var bara það sem ég vildi gera. En vildur alltaf vera íþróttamaður? Nei, það var ekki endilega planið. Ég vissi að ég myndi alltaf verið í íþróttum og ég vissi að það var alltaf, mér vantaði alltaf, ég fann að ég var aldrei búin að gera nóg. Þess vegna var ég alltaf að leita að einhver aðeins meira og ég fann að það var aðna bakvið þó svo ég fókusa geðvikt mikið á skóla og ég actually elskaði skóla. Þess vegna langaði mig í læknin og ég bara hafði áhuga öllu sem að kom nálægt líkamannum og líkamlegri getu og ég held þess vegna að ég hafi laðið svona mikið að þessu út af því að þetta er svona allur líkaminn og ég veit ekki, maður er að fá titil að fittest woman on earth. Já. Það er alveg stór titil finnst mér. Það er margir sem að spyrja þú veist, er ekki ólympíuleikarnir, er það ekki draumur allir íþróttamanna? Jú, örugglega en ekkert endilega allra íþróttamanna þarf það að vera draumurinn, það er bara stórmóti í þinni grein sem er draumurinn og ég held að þessi draumur allra íþróttamanna að vera bestur í því sem þeir gera. Þú veist, ég myndi ekki vilja bara fara á ólympíuleikana, frábært fara á ólympíuleikana en ég vil vinna ólympíuleikana. Þannig að ég vil vinna mitt mót. Ég er bara alltaf verið þannig. Og bara í öllu sem þú tekur þig fyrir hendur? Nokkurn veginn, já. Alltaf mikið keppniskap? Alltaf mikið keppniskap. Og þú ferðar nú út til, hvað heitir aftur bærin hérna sem að þeir... Arómas. Já. Og er þetta bara svona alveg eins og þú bjóst við eða þeir eru náttúrulega með þennan roster hérna þar sem að þeir bara ákveða æfingarnar on the go eða ekki? Ég held að það hefur verið ára á undan. Ég held að Dave hafi nú verið búin að plana æfingarnar þetta árið. Og þú vissi hvað varst að fara að gera? Nei, við fengum bara að vita rétt fyrir, daginn fyrir. Okay. Og ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í. En ég var búin að æfa mikið fyrir þetta og ég var með mamma og pappa. Þannig ég var með svona... Já, eiginlega, fyrir mér, það var ég með það. Og ég og Simbi erum æfingafélagar og vorum búin að æfa mikið saman fyrir þetta og þekkti hann sakalega vel, svona svolítið eins og bróðir bara þegar hann var með mér hana og hjálpaði mér hrikalega mikið og hana já, bara við fengum event og þetta var svolítið öðruvísi, það var bara engin pressa maður var hana bara til þess að hafa gaman og sjá hvað maður gæti gert. Og þú pleysa svona ofalega? Já, ég pleysa ofalega og svona, ég ætla ekki að segja að vera heppið með eventin en það var svona langt utan við að hlaup og ég er í tiltölulega góðu hlaupaformi og við vorum með One Rep Max deadlift og ég einhverju hluta vegna var nokkuð góð bara í deadinu, ég hafði ekki hugmynd hvað var á stöngunum, því ég skildi ekkert í pundum þarna, þannig ég bara lyfti næstu stöng og næstu stöng, bara þetta var svona ladder, þannig maður fóð bara eins langt eins og maður gat. Veistu hverju hann endaði? Eða þú á þeim tíma? Ég held ekki að við endaði í 165. Já, ok, wow. Já, ég held ekki að við endaði bara mjög þungt, sko. Og síðan það sem ég man mest eftir þegar ég brotnaði aðeins niður það var þegar við fengum One Rep Max snörun og ég var bara að hita upp clean og jerk hana
og allir voru að gera eitthvað annað og ég bara eitthvað, oh my god, hvað er ég að gera, hvað er ég að gera, hvað er ég að fara að gera, þú veist, ég var bara í paniki, þannig að þetta var svona, ég var ekkert alveg undirbúin fyrir allt saman. Nei. Og ég ætla ekki að segja að ég hef verið með mjög impressive snatstölu, ég held að það hef verið svona 55 kíló, sko, og þetta var svona semi-muscle snerun, sko. Já, einmitt. Og síðan fengum við GAD og þá bara eftir að Dave var búin að annánsa eventið, þá fórum við mig og Simbjörn next fyrir aftan að sína okkur hvað GAD-tæki var og kenna okkur hvernig við gerum GAD sit-ups. Okay. Og síðan komum við náttúrulega í seinasta eventinu muscle up og ég hafði ekki hugmynd hvað það var og hafði aldrei pröfað. Tókst að ná mínu fyrsta muscle upi. Þarna sem ég myndi segja var svona stór hluti af experience-inu sem ég fekk út úr þessu móti. Já, var að ná þessu. Það er gott moment. Já, það var mjög gott moment. Það var svona, það voru allir með manni í liði. Það var ógeðslega gaman, sko. Dómarinn líka alveg að tjúlast þegar þú náður þetta fyrsta reppin. Já, klikkaði, sko. Þetta var ógeðslega gaman. Þannig að ég held að það er svona kveikt ennþá meira undir þessu. Gekja. Og ertu þá bara að mæta heim og engin tilvistakreppa með hvað þú ætlar að gera? Þú ætlaði bara að vera í crossfitinu? Já. Ég fór í lífefnafræði í háskólanum bara til þess að vera með eitthvað. Okay. Og hérna var samt sem bara að æfa, já, crossfit, bara já, svona gera mitt, við mættum bara æfingu saman, ég haf með góðan hóp í kringum mig og svona ég, Simbjörn, Ásta, Elvar og við vorum bara svona æfa og svo voru Byggi og Robby voru alveg aðeins í þessu líka, vorum að reyna að byggja upp lið sem að geta kannski að fara á næsta ári eða eitthvað. Þannig þetta var svona einhver balans á milli bootcamps og crossfit svona? Já, svona blanda. Ég var í bootcampinu með því sem er náttúrulega bara gott svona base endurance, skiluru. Og síðan var ég í crossfitinu bara, við ákvæðum bara það sem við vildum gera á staðnum þegar við mættum og tókum liftinga saman eða eitthvað. Síðan eftir að keppa 2010 þá þurftu að fara til Svíþjóðar til þess að komast inn, það var svona sanctional event. Ísland fekk bara þetta eina skipti, smá wildcard. En já, við fórum og kepptum á sanctionals í Svíþjóð og ég vann það líka, en ég átti að því að ég þyrfti mögulega á þjálfara að halda og ég kynntist Yami þar, þjálfarinu mínum, og við erum búin að vera að vinna saman bara síðan 2010. Já, það er ekkert, þið er líka svona í mjög nánu samstarfi myndi ég segja. Eða þú veist, Yami er þjálfarinn þinn og þú ert íþróttamaðurinn hans Yami. Já, við byrjum að vinna saman svo snemma. 2010 þá er ennþá, það er alveg enginn komið með þannig sem þjálfara 2010. Þeir eru kannski með einhvern sem er að prógramera fyrir sig og þetta byrjaði svolítið þannig. En ég líka svolítið þannig, ég get alveg gert bara head-on og ekki hugsa af hverju ég er að gera hlutina. Ég get það alveg, ég gerði það alveg í bootcamp, þú veist, þá hlýtti maður bara. En þegar kemur að liftingum og einhverju þannig, þá vil ég veita af hverju er ég að gera þetta. Og ég challengea Yami mikið með þannig spurningum. Þegar hann prógramar, þá vil ég fá vita oft hvað er fyrir aftan þetta. Þegar hann vil að ég sé bara með nefendun, af hverju er ég bara með nefendun. Þegar hann vil að ég gera eitthvað að læri púls, af hverju. Eða hann vil að ég fari steady pace eða lifti minna en ég get lift, þú veist, ég var í því að ég var bara max okkur að með þess að degi og því ég heldur bara, því þingra svo að lifti því betra, en þú veist ég heldur fá að vita af hverju við erum að gera hlutina, þannig að ég challengeaði honum með svaka mörgum spurningum og ég held að ég hafa gert hann að mun betri þjálfara og programmeringa, eða þú veist, programmara út af því og það sama kom tilbaka frá honum, þú veist, ég held að við höfum svona unnugt saman, bara smám saman í sportinu og ég gert það svona nokkuð fullkomin blöndu. Við hefum lært ansi vel einn og hvort annað, hann þekki mig sem íþróttamann og ég þekki hann sem þjálfara á persónu, hann og við vitum hversu langt við getum gengið með hvort annað. Já, hvernig, af hverju heldur að þú náir þessum svona skjóta árangri strax í crossfitinu? Af hverju lendir þú bara beint upp á palli? Var það? Ég lendi nú ekkert beint upp á palli. Ég lendi ekki á palli 2009. Ég náði öðru seti 2010. Já, það er 2010, ok. Svo 2011 þá tekst mér að vinna og það er alveg, ég lagði mikið á mig til þess að vinna það ár. Ég æfði mikið, var með mjög structured program frá Yami, ég gaf bara svona nokkurn veginn allt í að þá. Ég ætla ekki að segja að það var hann professional íþróttamæður en ég var að komast í það það ár. En eins og þú talar að ballettkennarinn var að tala vöðvana sem varst að fá á bootcampinu og svona. Já. Veistu, kom það einhvern veginn, hvað segir maður, kom það auðveldlega fyrir þér að, þú veist, að
að byrja að æfa og bara styrkja strax eða vöðvast upp og fá úthald og allt svona, þrátt fyrir að vera bara að gera eitthvað sem var ógeðslega erfitt með að við hvernig bootcamp við að setja upp á þeim tíma? Ég veit ekki hvort að ég myndi segja að vera auðvelt með alla vinnuna sem ég hef lagt í það sko. Já. En ég var komið 6-pack þegar ég var 8 ára gömul í 5 leikum og það hefur verið þarna bara síðan og ég var komið með þetta hefur verið þarna bara. Já, nei og sama þú veist, ég hef verið með bicep og tríða og þú veist, það hefur bara sést á mig, ég hef verið grönn allan tímanum en ég verið 5 leikum, verið tildulega grönn og þá sjást bara, þú ferð vöðva uppbyggingu bara á því að verið 5 leikum, þannig ég myndi að segja að ég bý af því þegar ég byrja í bootcamp og þegar ég byrja í crossfit, síðan fyrir ég að læra að lyfta og það, skilur þá erum við að tala ég byggði upp bara stert base með bodyweight æfingum og þá er ég bara komið með eitthvað stert sem ég get byggt ona, þannig ég held kannski þess vegna, ég myndi aldrei segja að ég var eina sterkustu stelpunum í crossfit þú veist, ég loksins að ná að styrka aðeins saman lærin en þú veist, ég svona það hefur eitt af því sem hefur hætt mig sem event ef það er mjög þunga beigjur eða eitthvað og því ég er með langa vegalengd sem ég þarf að fara með lengdina á fótunum á mér og það hefur aldrei verið svona einna styrkleikunum mínum, efri búkurinn hefur alltaf verið tildulega sterkur og ég held að það sé bara, það byggir á 5 leikunum með þann sterka grunn sem ég er með þaðan en ég veit ekki, ég held að ég sé ekkit endla fljótur að byggja það heldur en aðrir núna bara í crossfitinu, þetta eru 10 ár sem ég er búin að vera að æfa og ég er að æfa 5-6 klukkutíma á dag 6 daga vikunar ég er meira bara að tala þú hefur greinilega komið inn í crossfitið í góðu líkamlegu ástandi. Ég kom inn í crossfitið í mjög góðu formi. Ég var í mjög góðu formi. Ég var mjög gott hlaupaform, úthald og ég var með beigða mjög góðum grunni úr 5 leikunum og ég var tiltölulega sterk. Já, ég myndi að ég hef alltaf verið mjög, sérstaklega í ærubóknum, ég hef alltaf verið mjög sterk. Já, þú veist, ef þú myndir labba inn í líkamsrækt og sjá einhverja stelpu vera þetta 165 kíló, það væri mjög impressive. Mjög. Já, ég held að það hafi verið bara svona alltaf í mér þegar ég var 11 ára gömul þá geti gert 27 uppbyggingar samkvæmt blaðinu hjá Vafa í einu og hann lagði inn á þig fyrir því og hann lagði inn á mig fyrir því, nei þetta er svona já, ég held að það hafi bara ég hef alltaf verið með mikið keppniskap og vilja reyna meira, sjá hversu góð ég get orðið og það er svona það sem hefur byggt mig upp í það sem ég er núna Og þegar hún er öðru sætinu 2010 þá ertu væntanlega bara að fyrsta sæti, ég er á leiðinu þangað. Já. Og þá allt lagt til hliðar eða? Námið, Ólympíudraumurinn? Já. Hvernig líst þið það á sig? Það set ég bara allt til hliðar og ég ákvað bara, ég get þetta. Þú veist, ég komst í annað sæti núna, ég veit ég get þetta, ég þarf bara að leggja aðeins meira á mig. Og já, þá er ég held samt að ég sé enda kannski bara að æfa einu sinni kannski 2 á dag en svona, já, ég bara allan daginn upp í bootcamp eða eitthvað en þá legg ég til hliðar skóla og er alveg búin að leggja til hliðar stöngina fyrir þetta sko, það gerist bara eftir 2009 og ég sá ekkert eftir því en ég fer það bara að kenna eins crossfit til þess að vera maður sem er með því við stofnum hana crossi stöð eða svona semi-cross stöð og erum að byggja það eins upp þannig að lífið mitt er orðið svolítið bara svona snýst crossfit og já, svo tekst mér að koma hana upp á toppapallinum 2011 og það er bara ég veit ekki ótrúlega tilfinning þarna varst orðin Iceland Annie þarna var ég orðin Iceland Annie með fyrsta sætið og annað sætið og líka svona mér fannst einhvern veginn eins og þá hafi ég held að þú hafir fengið heilt yfir, náttúrulega búin að vera lengst í þessu af íslensku stelpunum en þú veist, ef ég þarf að krefja ömmu mína nafn á einhverju íslenski crossfit-stelpu þá er langlíklegast að hún viti hver þú ert út af því að þarna kemur þau heim og þú einhvern veginn kemur svolítið með bara sportið til Íslands svona út frá þessum sigri þá bara spretta upp crossfit-stöðunar og náttúrulega iðkendafjöldin í crossfit-stöðunum sem voru þarna áður. Já, algjörlega það er einhvern veginn þetta varð einhvern veginn svo stórt nefnilega að ég skildi af unnið
ég var bara komið titilinn Fittest Woman on Earth einmitt. og það var svo klikka gaman eitthvað að koma heim allir að taka á móti manni fekk bréf frá fossetanum og fólk voru svo að tala svona íþróttamaður ársins og þetta var einhvern veginn allt svo óraunverulegt fyrir manni bara eitthvað, ég er búin að ná markmiðinu mínu, þú veist, draumurinn minn rættist Já. þú veist, það er eitthvað svo klikkað og fyrir mig, peningurinn sem kom með því ég var aldrei að hugsa peningin ég myndi velja mér eitthvað annað sport ef ég var að hugsa pening en það gaf mér samt þetta svona fyrir þá sem hefur verið að líta hotnega eða setja út á að ég skildi velja crossfit yfir olimpíuleikana eða yfir læknirinn eða eitthvað það er svona, ok núna ég er búin að sýna það væri lægi að ég tók þessi ákvörðun Já, svona ákveðin samfélagsleg viðurkenning sem fylgdi því Já, svolítið ekki það ég skildi þurfa það en þetta var smá svona Nei, ég skilði það klálega mér fannst það pínu svona in your face í það sem maður hefði sett mest út af þannig að ég Varstu óörugg með að velja þetta? Fannst þér erfitt að vera Nei. fara á eftir crossfitinu? Nei, mér fannst það ekki Nei. en ég fann það samt alveg frá svona summa vinkonunum og summa sem voru í kringum hann þeim fannst það kannski ekki gáfilegasta hugmyndin Nei. það er svona af hverju ekki að taka inntökupróf í læknin líka og byrja í lækninum og síðan að fá sér pásu eða eitthvað skilur Já, allavega að vera með stúdentsprófið Já, ég er allavega með stúdentsprófið þannig að þetta er alltaf læg Nei, en þetta er svona já, ég veit ekki ég er svona búin að finna mig bara loksins þarna og þetta var svona viðurkenning fyrir því að ég tók rétta ákvörðin Já, það hefur verið góð tilfinning maður Já, og líka einhvern veginn hópurinn sem ég var með í kringum mig á þessum tíma þetta var bara, ég var bara komið með hópinn sem ég er með í kringum mig núna þetta var einhvern veginn æfingafélagana og Já, líka bara svona Nei, ég myndi meira að segja svona þjálfara liði í kringum mig Ég skilur Jami, Karpóli, þú veist, fimmleika þjálfara minn svona Og Fredrik komin inn í myndina Fredrik var komin foreldrar minn náttúrulega bara öllum mótum stórmótum sem ég farið á þannig ég var bara komin með hann core hóp sem var komin í kringum mig og hefur fyllt mér í gegnum sporti bara frá uppæði eða svona frá þarna Já, mér hefst það frekar klikka að ég skildi að hafa verið bara þetta heppin, ég veit það ekki En þarna talar að varst búin að ná þínu markmiði eða svona draumurinn var búin að rætast Já Hvernig er það að ákveða síðan að halda áfram og reyna að stefna aftur að fyrsta sæti sem sagt verja titilinn, var það alveg fristandi fyrir þér? Nei, það var nefnilega ótrúlega erfitt Er það ekki? Jú, og því ég var svona hvað núna? Ég er ekki tilbúin til þess að hætta en það voru saka margir sem voru svona hætt á toppnum og ég var, vá, ok, þannig ég þarf að hætta í sportinu minu bara og því ég er orðin besti því þannig að það má ég ekki lengur gera það sem ég er skaman að gera og maður þess tæknin er ósangjant þannig ég ákvað, nei, það kemur ekki til greina þannig ég sett mér bara nýtt markmið að vera fyrst í heiminum til þess að vinna 2 sinnum titilinn og það var alveg gott markmið en það svakaleg pressumarkmið líka skilurðu, maður er einhvern veginn ósannaður þegar maður vinnur fyrst þegar maður er að koma að vinna aftur mér fannst ekkert mál að æfa og gera mig tilbúna fyrir það en að ég veit ekki, þetta fyrsta skipti sem ég var að keppa 2012 að það gerði svona, ég var hálfnuðin að búið með svona fyrsta 1,5 daginn eða svo, það er svona ég get ekki, mér langar ekki að vera einna mér finnst þetta ekki gaman og ég sá ekki fram á að ég gæti unnið og því ég hafði gert mistök bara í 5 votunum sem við vorum búið með og ég mér finnst það bara enga veginn skemmtilegt ég var ekki þú veist, ég var ekki brosandi og það er svona ég þegar ég er að keppa það er að njóta þess að vera þarna annars get ég ekki staðið með þess verið eins og ég get og þá var ég komin á svona smá krossgötur bara, ég og þjálfarinn minn við settumst niður saman og vorum bara svona ok, hvað getum við gert núna? Á leikunum sjálfum? Á leikunum sjálfum. Já, ok, það er bara að grípa inn í? Já, svolítið og það var bara, ég var bara fann að gráta sko, mér langaði ekki að vera þarna og þarna, það var svona ok öll vinnan sem ég er búin að leggja í þetta vil ég bara láta það eyðileggjast núna og bara hætta eða ætla ég að halda áfram og ef ég halda áfram ef það bara ekki að
reyna að sýna hvað ég get gert í því sem eftir, þó sem ég get ekki unnið þá bara hugsa bara eitt event í einu og bara reyna að sýna hversu góð ég eða ætla ég að fara bara og söffara í gegnum þetta og sem betur fyrir að tókst mér svona bara að laga hugafæri svolítið þetta fyrir Friday night eventið það svona ok, ég get ekki unnum móti lengur öll pressan farin þannig ég ætla bara að reyna að vinna mörg og vott og ég get og það var bara svona nýja markmið og einhvern veginn enda ég á að vinna leikana aftur það var bara ég var hægt að hugsa þannig sig að vinna leikana og ég meira að hugsa bara eitt skref í einu sýna hvað ég drullu góð í þessu þú veist, ég búin að leggja svo mikið á mig ég ætla ekki að eyðileggja það fyrir sjálfri mig núna, ég ætla að njóta þess og njóta þess að vera þarna og njóta þess að sýna það og leið og ég fór að njóta þess þá fór ég að standa mig betur og þá smám saman klifraði ég bara upp í fyrsta sæti aftur þannig að ég lærði ótrúlega mikið inn að sjálfa mig í þessu móti og lærði svolítið inn að það að keppa og því það allt annað að keppa þegar það engin pressa eða keppa þegar þú setur pressa á þig og ég var búin að setja svo mikla pressu á sjálfa mig það ekki bara þessi utanakomandi pressa heldur pressan sem að ég set á sjálfa mig fyrir mót svo svakalega mikil að þegar maður stendur ekki undir því það var einhvern veginn svo mikið áfall eða sjokk sem maður fer í og maður vill náttúrulega þá ekki halda áfram þannig að þetta var svona aðeins öðruvísi upplýðelse heldur 2011 en sem betur fyrir enda þetta þannig ekki bara á því ég vann en þú veist, mér tókst að breyta því og mér tókst að njóta þess að keppa en það var líka alveg erfitt þarna þá eftir móti bara, jæja, hvað núna? Ég búin að vinna 2 svar Já, einmitt Hvað kemur næst? En áttur þú ekkert í einhver vandræði með að fara í gegnum æfingaferli fyrir 2012? Náður alltaf, út af ég veit að þetta svo erfitt ferli og þú veist, það svo vont að vera í miðri erfiðri crossfit æfingu, þú veist, það svona svolítið pointið með þessu og það svona líka þrillið við þetta, ég veit að þið fílið það sko, þú veist, þið dyrkið að klára erfiða æfingu og vita að, þú veist, þetta var ömulegt en þið komist í gegnum þetta. Bara besta tilfinning þegar maður búinn, sko. Já, einmitt, en náður alveg að svona fjúla þig í gegnum allt sísonið, allt keppnistímabilið bara með þeirri hugsun að þú ætlar að vinna aftur? Nei, ég var ekki andlega að hugsa það alltaf bara að ég þyrfti að vinna aftur að sjálfsögðu það svona stóra markmið en það góða við crossfit það er svo auðvelt að setja sér lítil markmið það er svo auðvelt að hugsa að ég ætla að bæta mig í svo hérna ég ætla að bæta mig í svo hérna, ég ætla að bæta mig í svo hérna og ekki alltaf að hugsa bara stóru myndina og það er svo erfitt að hugsa líka, jú, núna er ég best í heiminum þannig að svo lengi sem að ég held áfram bara á sama stað, það verður ég best áfram nei, það er allir hinir sem eru að æfa líka þau eru allir að bæta sig, þær eru allir að bæta sig sem þér og ég þarf að bæta mig líka til þess að geta unnið aftur þannig að ég held að segja svona maður getur ekki með sig of mikið við aðra þegar kemur að þessu, maður þarf að hugsa hvað eru mínar hólur og mínu veikleikar sem ég þarf að vinna í til þess að gefa mér eins mikið sens sem mögulegt þegar ég kem svo að keppa aftur og ég hef átt tiltölulega auðvelt með að fá motivation á æfingum þú veist, ég elska að æfa mér finnst það bara ótrúlega gaman og það er eitthvað við það að ég veit ekki þegar maður er komin í þetta, þegar þetta er orðið vont þá held ég annarkvort getur maður að fara í að bara fuck, þetta er ógeðslega vont ég vil hætta, skiptir einhverju máli, ég hætti núna þetta er þetta versta sem maður getur hugsað hjá mér er þetta meira svona þegar þetta er orðið vont þegar ég komin í rauða það er svona ok, það er akkurat núna sem ég er loksins að vera betri allt því sem ég var að gera þangað til þetta var vont ég gat það fyrir en núna er það sem ég er að bæta mig þegar þetta er orðið vont og ég er að held áfram ég er að íta mér í gegnum það þá er ég að verða betri og ég er að íta upp svona pain thresholdinu mínu við erum ekki bara að það segja svaka margir að íþróttamenn séu fæddir kannski bara ef fólk fer í íþrótti sem herra pain threshold kannski en ég trúi að þetta sé eitthvað sem maður getur ítt þú veist, við erum með eitthvað pain threshold og svo eftir því sem maður æfir meira þá ítir maður því herra upp og þegar maður er að vinna akkurat á þessum tímapunktið sem þetta er sem best ef maður getur ítt sér áfram það er bara hver mínúta sem ég kemst í gegnum þar það er bara nú er ég að vera betri nú er ég að vera ennþá betri nú er ég að vera ennþá betri þú veist, það er það sem ég fann svona að ég veit ekki það sem ég get fyrir að brosa og því ég bara eitthvað fuck, núna
er ég að fara að geta unnið, skilurðu. Það það sem svona dregum mig áfram allavega á æfingu þegar þetta sem mest. Já, ég held að maður líka þegar maður komin í, ef ég skil þegar þú segir í rauða, þá ertu væntanlega að tala að hjartslátturinn í maxinu. Þá maður svolítið svona viðkvæmur fyrir, maður má ekki leyfa svona hugsunum að slæta óvart inn, eins og bara wow, herri, þetta er orðið vont, ég held ég ætla að hætta núna eða eitthvað svona, herri, ég er ekkert eitthvað rosa góður, ég er ekki búin að ná að recovera nógu vel eftir síðustu æfingu eða eitthvað sliðis. Nákvæmlega, það þarf svo lítið til að breyta, þetta er svo mikið haus og ég held að það sem ég svona byggja svolítið vel að þegar ég kemur crossfit, minnst hefur vantað aðeins svona inn í crossfit æfingarnar þessar svona hausæfingar sem ekki, þú ert kannski ekkert að græða líkamlega á því en þú ert að styrkja þér hausinn og það sem ég held að ég hef fengið úr bootcampinu og ég skráði mig í Hell Weekend sem var 40 klukktímar það sem að svaf ekkert, fekk voða lítið að borða og maður var bara að æfa og ég trúði ekki að maður geti bara haldið sér vakandi í þetta langan tíma og verið að æfa en ég gerði það, ég hljóp Laugaveginn bara til þess að hlaupa Laugaveginn og sýna að ég gæti gert það, þú veist þetta var svona eftir að maður er búin að gera þetta þá veit ég veit alveg að ég get klára 20 mínútna vott þú veist, nú er bara hausinn ætli ég að gefast upp ætli ég að klára þetta þannig ég held að þetta sé svo mikið svona ekki leyfa hugsa að komast til þín að þú getur þetta ekki og ef maður sefur lítið, ég svaf svaka lítið áður en ég hljóp Laugaveginn og því að ég var stressuð fyrir því en ég gata samt þannig að hvert skipt sem ég fær lítinn svefn fyrir mót þá er svona, ég hef keppt með lítinn svefn þú veist, það er ekkert mál þannig ég held að það er eitthvað svona sem ég held að ég byggja svolítið vel af bara því ég kem inn í crossfitið það er þetta svona ok, sjáum hversu lengi ég get haldið áfram og því ég veit að hausinn á mig mun gefast upp áður en að líkaminn á mig gefst upp. Það er geggjað að ná að búa það hugafar til. Já, ég myndi að það hjálpa þegar maður er komin í mót. Já. Og maður veit að það eru allir aðrir sem er að díla við það sama, skilurðu. En þú er vantilega að hugsa 2012, það er enginn að díla við það sama og ég er svo eina sem er með persóna og þegar þú lappar hann á gólfið þá er allir að segja mun hún verja titilinn og lýsirinn er örugglega að segja það í sjónvarpinu og þetta sem allir er að hugsa. Nákvæmlega. Þannig var ekkert, ég veit að kannski mannst það ekki svona skýrt, en var ekkert mála bara svona snappa yfir í það hugafar bara, herri, ok, ég ætla bara að gera eins vel og ég get núna. Það hljómar alltaf eins og það sé rétti hluturinn til að gera. En þú veist, að þú hafi náð að tryggja það. Það tók alveg vinnu, skilur, það tók það bara, við þurftum bara að setjast niður og ég þurfti bara að tala í gegnum það sem ég var að hugsa, ég þurfti þjálfarana mína til að tala við mig um hvað þeir voru að hugsa, við þurftum að ákveða bara svona og því alvöru hversu miklu máli skiptir það sem að öðrum finnst það er það sem að ég geri og hvað mér finnst og hvað þeim í kringum mér finnst og því mér fannst líka einhvern veginn ég hugsa svakalega mikið. Það er bara þannig, ég er alltaf að hugsa eitthvað og ég geng alltaf langt með hugsanina mínar þannig að á þessum tímapunkti ég var bara svona ég er að valda foreldrum mínu svo miklu vonbrigðum þau eru komin í þetta til þess að horfa á mig og er að búast við því að ég muni vinna ég er að valda þjálfarunum mínu svo miklu vonbrigðum þeir eru búin að vel ekki geðveikt mikla vinnu í að búa til prógrami fyrir mig og hjálpa mér að komast hingað og þeir eru búin að borga fyrir flug og hótel til að vera hérna og nú ég bara að valda öllum vonbrigðum sponsarnir mínir bla bla bla, ég á komin í þetta bara mega panik yfir hvernig allt var að ganga og það þurfti svona frá þeim sem betur verið þekkjaði mig bara það vel að það þurfti frá þeim bara að þeir væri bara stoltir af mér af því sem ég var að gera og þeir vissu hvað ég væri búin að leggja í þetta og það skipti ekki máli hvar ég myndi enda svo lengi sem ég myndi ekki gefast upp það var það sem myndi valda meiri vonbrigðum og þeir væru þarna bara og þeim þætti vænt um mig og þeir elskuðu mig sama hvað og ég vissi að það var alveg eins hjá foreldrum mínum skilurðu, ég þurfti bara svona að taka skref tilbaka og bara endur að aðeins hugsunum hjá mér, þú veist fyrir hvernig var ég að gera þetta var ég að keppa fyrir foreldra mína? Nei, ég var ekki að keppa fyrir þjálfarana mína eða sponsana mína, þeir voru þarna bara til þess að styðja við baki á mér, ég var að keppa fyrir mig, ég var að keppa því ég vildi titilinn, ég vildi sýna hversu góð ég væri, þannig að þetta var svona ég þurfti bara mega hugafarsbreytingu. Og náður að koma því í gegn? Einhvern veginn náði ég að koma í gegn og sem betur fyrr, það stóði mig bara mjög vel að ég vann hana föstudags kvöld eventið og það var bara ok, ef ég held þessu bara áfram svona bara
eitt event í einu og ég geri bara allt sem ég get. Það eina sem ég get gert, ég get ekki beðið meira en það eina sem ég get gert og mér tókst bara að fara í gegnum restina mótana þannig Og vinna mótið og að vinna mótið sem var alveg bónus það er alveg geggjað og þetta var svona bónus bónus, nei þetta var svona ég lærði sakalega mikið á þessu móti Já, ég ekki trúið því þegar þú segir þetta hérna með að valda öllum vonbrigðum og að hérna veist, líka eins og þú segir sko að vera veist, þessi svona upplifun af meðvirkni að sko þjálfarinn ykkar þjálfarinn minn er kominingað og hann er að borga fyrir hótel og þú veist, þetta er svo óþægilegt að tengja þetta við það sem þú ert að gera en þú veist, loka niðurstaðan úr svona hugsunarhætti er væntanlega bara, herrðu þú veist af hverju æfi ég þetta ekki bara til gamans og skráa mig aftur í þú veist lífeðlisfræði eða hvað sem það var sem varst í þú veist, það er eins og bottom line sé bara, herrðu okkur sleppum þessu þá Já, algjörlega og ég held að mjög margir gera það Já. Í alveg, ég held að ástæðan fyrir að margir láta ekki verða að því sem en langar raunverulega að gera og hugsa ekki eins og úti hvað þeim langar raunverulega að gera er bara út af því að það er svo margir neikvæðir faktorar sem hægt er að láta í sinn eigin veg fyrir því að gera þetta eða bara ná að tryggjara þetta hugsunarferli sem að þú fórst í gegnum sem er svolítið magnað að hafa náð að gera þarna í miðri keppni Já En þetta var ekki síðasta challenge sem þú fékkst á ferlinum. Þú ferð að æfa aftur eftir þetta mót. Já, ég er búin að vera í þessu mörg ár. Ég er með þessu mörg challenge og ég er búin að læra svo mikið. Ég myndi segja svona að sagan sem flestir þekkja þig eru meiðslin lok 2012. Lok 2012, það er svona stórmeiðsli. Ég fæði útbungun í bakinu. Gerist þið ekki í skeifunni? Jú, þú varst örgulega á æfingu. Þú lappar upp stegan og ég með þess að skríða upp stegan og inn í búningsherbaki, ég segi ekki orð sko og því ég skammast mér svo mikið og ég bara kemst inn í klefan og svo dett ég bara gólfið inn í klefanum og ég get ekki hreyft mig. Er þetta, þú veist, þú er alveg væntanlega að fengið tak í bakið og eitthvað svona en þetta var eitthvað var bara eitthvað allt annað. Já, einhvern veginn á adrenalínu kemst ég bara inn í klefa og þess að segja, ég ligg bara hann á gólfinu og ég get ekki hreyft með fæturnar. Þú varst að gera réttstöðlyftu? Já, ég var að maxi detti. Þannig að ég bætti mig í hnébeygju og svo er bara eitthvað, góðu dagur, ég ætla að bæta mig í detti líka, CrossFit Total bara að fara að vera mega tala. Snorri er hérna að horfa á mig, ég ætla að skella nokkrum auka pressa að vera með þig í salnum. Þess vegna held ég gæra að það myndi fara fram úr þér og það ég var að horfa. Nei, þetta var svona græðki, ég hita ekki upp þetta mitt almennilega og ég fó bara 100, 120, 140, 160, svo setti ég bara 175 eða eitthvað á stöngina og ég er ekkert einu svona hugsa setup, ég jenka bara frá gólfinu og ég finn bara fyrir einhverju hreyfast í bakinn á mér og ég bara, fuck og síðan þegar ég kom upp í klefa það er bara, ég er eina stelpan sem er á æfingu, það er enginn að fara að koma inn í klefa aftur, ég veit ekki hvað að gera þannig ég hringi bara í pappa grátandi og ég bara það er alltaf lægi með mig bara út af því ég grátandi síman ég vil ekki að hann fari í eitthvað panik en það er samt ekki lægi með mig ég get ekki hreyft með fætnar, það gerist eitthvað fyrir bakið á mér ég er að deyja ef ég hreyfi með eitthvað þá kemur svona svaka sársöki bara í gegnum allan líkamann og ég trúi alveg í sem háan sársöka þröskuld sko. Þess vegna er ég bara svona eitthvað þetta er eitthvað major. Já. Þannig að enda með að pappi hringir á sjúkrabíl þau koma, við förum bara beint upp á slysó, ég fæ morfín og fer í myndatökur og eitthvað og við sjáum bara ég með útbungun til að slæma útbungun en það versta er að það er svo mikið maður er svo mikið taugar í kring þannig ég hef svo svakalega leiðinu niður annan fótinn og það er einhvern veginn svona þú veist, ég kemst alveg heim og sef heima, skiluru daginn eftir þetta og eitthvað og ég er svona smám saman í jafnum á þessu, þetta tekur svakalega langan tíma að jafnum á þessu, bara ruggla langan tíma og allt þetta ups and downs meðan það verið í gangi en þetta var svo skrítið og því að þessum tímpoti var ég ekki búin að ákvæða hvað ég vildi gera 2013 hvort ég vildi keppa aftur eða ekki. Já, auðvitað. Ég var ekki búin að taka ákvörðun og því ég gat ekki, ég var eitthvað, næsta markmið, fyrsta konin í heiminum að vinna 3 svar, þú veist, ég þarf að finna meira why og ég, sem sagt, þegar ég meiðist, það er svona fyrstu auksunum bara oh my god, mun ég nokkuð tíma geta gengið aftur.
svo er bara, ok, oh my god, mun ég nokkuð tíma geta aftur fyrir yfir í það mun ég nokkuð tíma geta keppt aftur og þá finn ég hvað það skiptir miklu máli, ekki bara keppa en að æfa, ég bara allt í einu þurfti að hugsa það, hvað ætli ég geri ef ég geri þetta ekki? Hvað langar mig að gera? Og það er ekkert sem er langar að gera annað en þetta. Þú veist, ég vissi bara að þetta er það sem ég vil og ég hafði aldrei gert mér eins og grein fyrir því hvað þetta var mikilvægt fyrir mér. Ekki bara keppnar, heldur æfingarnar, hvað ég elskaði bara að æfa og mér fannst ég ekki vera búin. Þannig að svo erfitt, þú veist, ég heiti læknirinn minn og ég var með mjög góðan læknir, mjög almennilegur og hann bara eitthvað, nei, við ætlum ekki að gera aðgerð og þannig að þú mynd bara jafna þess að samna þessu, þú ert fyrir sjúkraþjálfurinn og allt það og svo segir hann með það að ég mun aldrei samt vera 100% góð og ég bara, fuck, þá er draumurinn bara farin. Þetta er bara búið. Ég get ekkert unni heimsleikanum crossfiti, ég verð ekki 100% aftur. Og ég finn bara svona, ég er með taugalinn fótinn í hálft ár og tói ekkert frá gólfinu í næstu ár og svona erfitt með að treysta líkamannum og er aftur bara hvað, ég held að ég get ekki komið aftur frá þessu, þá er til að fara að hugsa, þú veist, þegar maður er að æfa segjum bara, þú ert að æfa þú ert ekki að æfa til þess að vera bara það sem þú ert núna, 100%, þú veist 100% þú í dag, þú ert að æfa til þess að vera betri. Þannig að þessi 100% tala er eitthvað svo skrítin, það er eitthvað, en mér langar að verða 120, 130, þú veist, mér langar að vera betri heldur en ég var. Þannig að sjálfsög þessi tala, hún meikar ekki alveg sens. Þannig að mér tek svona að búa mig til aðeins öðruvísi markmið og markmiðið mitt núna var bara, út í með svakalega erfitt að finna greinar fólk sem hafa gengið í gegnum það sama og hafa komið tilbaka aftur sem professional íþróttamann. Það er mjög lítið af því á netinu. Þannig ég eitthvað, ok, ég ætla að vera þessi manneskja, ég ætla að vera fyrirmynd fyrir einhvern annan. Þannig allt í einu var ég komið nýtt markmið, það var ekki bara að vinna heimsmeistaramótið í CrossFit, heldur ætla ég að sýna fram á það að þú getur fengið slæm bakmeiðsli og þú getur komið tilbaka aftur og þú getur komið tilbaka sterkari. Tekur bara tíma og vinnu og aga og svona, hvað heitir að halda aftur að sér. Já, meinar. Það tekur þolinmæði, svakalega þolinmæði. Og ég finn sjúkraþjálfara hérna í London sem ég er að hitta og sem betur fyrir er ég með samning með VAR og ég flýg til London einu sinni viku, bara svona fram og tilbaka, flýg til London á morgunum til, hitti þá og flýg tilbaka til Íslands á kvöldinu til og gera þetta einu sinni viku í einhverja 3-4 mánuði. Þú ert að tala um Matthew og Andrew. Matthew og Andrew, já. Getur aðeins svona hvað var það sem þeir höfðu fram á að færa sem að engin annar höfði? Af hverju þurftur að fara, þú veist, einu sinni í viku til London til þess að láta gera það? Ég veit það ekki. Ég bara fann einhvern á Íslandi sem gera það sama. Pétur í Atlas hjálpaði mér mjög mikið. En mér vantaði einhvern til þess að vinna í eins og sóastum hjá mér og þeir nota svona aktiv release therapy þannig að þeir finna hvar maður er stífur og hreyfa leið. Það er svo ekki erfitt að útskýra hvað þeir gera. Þeir eru bara eins og ég segi bara galdramenn. Þeir eru nefnilega, þeir eru svona leveli fyrir ofan. Þeir eru bara level fyrir ofan alla sem ég hef hitt. Já. Við erum núna farin að vera með fólk hérna sem er farið að gera það sama. Það vantar bara árin í bankan að verða betri og betri. En þeir ætla að hafa ekki verið trösti sem ég sett á það þegar ég var búin að vera með dofa niður fótinn í hálft ár. Við vorum í æfingabúðum í London og ég gat lítið sem ekkert gert. Og Fredrik og Bjöggi og fleiri voru í æfingabúðum hann hjá Jami. Og Jami bara eitthvað, ég með hérna strák sem ég var í skóla með sem langar á að pröfa að hitta og ég eitthvað, já, alveg eins. Þú veist, í alveg, ég var að vera geðveik. Og þá kemur Matthew og bróðir hans í gemið sem vorum æfi, CrossFit Heims, og trýta mig í hálftíma og ég bara losna við dofan. Og ég bara eitthvað, þetta er þess verði. Ég komið dofan aftur, 5 sólarhringum setna eða eitthvað. Þá er ég farin að finna fyrir dofanum aftur. En þetta þess verði að ég fóð þá og hitti þá, það var alltaf lengra og lengra á milli að ég fann dofan. Og þú veist, það sem það tók af svona mental stressinu hjá manni að losna við þessa tilfinningu var svo mikið, sko. Ég bara, ég muni ekkert að losna við þetta. Þetta er ekki bara hausinn á mér sem er að finna fyrir þessu lengur. Þú veist, ég er fann að halda að ég verði bara eitthvað geðveik. Þannig að ég veit ekki hvað það er.
þeir gera, en þeir eru bara snillingar og þeir vinna með bara svona allan líkamann frá bara höfðinu og niður, það er ekki bara eitthvað þeir illt í hnénu, ég ætla að vinna þessi hnén á þér heldur það svona, ok, af hverju er illt í hnénu finnum út hvaðan það er að koma trítum hvaðan það er að koma pluss þetta þarf að segja ekki alltaf að gerast aftur og í dag er bakið á mig bara sterkara en það er nokkuð tíma verið en það tók alveg leikana 2014 ég komst á leikana 2014 og það tók þá leika fyrir mig til þess að treysta bakinn á mér aftur samt. Ég endaði í öðru seti sem að meðast geðveikt Ég myndi segja að það sé mest impressive performance á ferlum. Já, það var í ljósi þess hvað þú varst sko, þið var kift aftur á bak í þessum meðslum. Já, ég er alveg svolítið samanlagi. Það var svakalega, það var svona öðruvísi hvert skipti sem ég hef verið að palla á leikunum hefur verið öðruvísi tilfinning. Það var svona mögnu tilfinning að vinna fyrsta skiptið og síðan var frábær tilfinning þegar ég vann annað skiptið og því að ég hafði gengið í gegnum ansi mikið akkurat á því móti en svo að lendi í öðru sæti 2014 þegar ég var einhvern veginn búin að gangi í gegnum það sem ég var búin að gangi í gegnum og trúi að ferillin minn væri bara búinn og að gangi í gegnum móti þannig ég var svona ok, bara eitt event, þá tók ég eitt event einu og það bara, ég þarf bara að sjá hvernig baki á mig verður eftir þetta, sjá hvernig baki á mig verður eftir þetta, þú veist og enda í öðru sæti það ár þessum bara geðveikt sko og það var svona, ok, ég er komin aftur ég get þetta Og hvernig er það, mér langar mikið að vita hvernig það er andlega að lenda í svona meðslum þetta er svo mikið stress og svo mikið högg bara fyrir lífið sko Já. og þú varst væntanlega eins og nefndir aðeins og varst á smá krossgötum með hvað er langað að gera eftir að vera að sigra tvisvar sko Já. Þú veist, hvernig er þetta ekki líka smá tími til þess að þú veist, byrja að tala eins og þjálfaran og fara hans að plana hvað er langað að gera Hvað ég að gera eftir þetta? Nei, jú eins og ég sagði, þú veist, þetta var major shock en þetta gerði mig grein fyrir því hvað mér langaði þetta mikið og ég var ekki búin og ég var ekki tilbúin til þess að hætta og já, jú, þetta er ótrúlega skrítið með að svona fyndið maður var að hugsa hans öðru í sig og hugsa hans öðru í sig líkamann og ég held ég hafi lært að svona hlusta hans betra á líkamann á mér eftir að gengi í gegnum þetta, maður bara búin að eins og ég sagði, þú veist, ég gerði helvíkend og hljóp laugaveginn og ég var að drepast í líkamannum eftir en ég var bara fuck it, íbúfen, þú veist bara góð þannig að ég fór svona, ok, ég þarf kannski að hugsa hans meira hvernig ég er að æfa hvernig er besta leiðin til þess að æfa og ég held að það hefði komið þannig sem ég er komið núna, ég er að æfa gáflar hverju einasta ári en svo líka einhvern veginn þess að finna hvernig maður fyrir að hugsa því ég gat ekki tekið hnepi út í að slæmi bakinu og svo man ég eftir að vera að kenna upp í cross-strekkjum og svo erfitt að kenna þegar ég horfði á fólk sem gerir hnepi illa og því eitthvað, kanntu ekki að meta það svo úr með bara kunna að meta líka fólk sem mætti seinta æfingu og sleppti uppbytun eða eitthvað, ég var svona reið ég eitthvað, vá, þetta er fáránlegt og ég finni fyrir þessari tilfinningu og svo var ég öfundsjúk út í það sem voru á æfingu og voru að geta gert það sem ég voru að gera sem var þú veist, greisið eitthvað sem bara clean og jerk það væri bara svona eitthvað, mér langaði svo mikið að gera þetta sjálf að ég fann fyrir þessari öfundsíkinni sjálfur mér sem að ég hef aldrei fundið fyrir áður þetta var ótrúlega skrítið tímabil og erfitt þegar ég var að reyna að kenna allt í einu þurfti ég að fara að kenna bara með því að tala í staðan fyrir að vera sína hreyfingarnar ég læriði mjög mikið á því en þetta var svona þetta er sérstakt tímabil en er það ekki tilfinning þó svo svona, maður það kannski að sjá ljósið í myrkrinu en að finna hvað svona ótrúlega sterkt hvað þið langaði að gera já, ég get þakka bakmennslánum fyrir það ég held að maður geti alltaf fundið eitthvað jákvætt ég hef ekki þurft svona setbacks sem ég fekk í gegnum þessu bakmennslu þetta var ekki allt bara upp á við eftir meiðslinni skiluru ég svona náði mér þessu upp og gerði svo hans svo mikið fór niður náði mér upp aftur, gerði hann svo mikið fór niður, skilru þannig að ég hef alveg geta sleppt summa þeim hlutum sem að gerðust en overall þá held ég að það hafi verið tiltölulega gott fyrir mig líka út af því eins og það er ég gerði mig grein fyrir hversu mikilvægt þetta var fyrir mig
hversu mikið mér langaði til þess að gera þetta, ég fann svona dræfið mitt svolítið aftur, ég held ef ég hef bara keppt aftur 2013, ég veit ekki hvernig það er farið, ég er örglunið en þú veist, ég veit ekki hvað ég hef gert eftir það, nú er ég búin að vera í þessi 10 ár og ég sé ekki eftir neinu, það er bara þannig, jú ég sé eftir smá, þú veist það eru svona smá hlutir sem ég hef getið gert betur, en þú veist, það er ekki, ég sé ekki eftir neinum ákvörðunum hjá mér, skilurðu, og ég er ennþá með dræfið. Það er geggjað, ég dáist það. Já, mér finnst það ótrúlegt, ég held að ég myndi ekki vera svona lengi í þessu. Já, svona, bara að hugsa, ég hugsa alltaf bara 1 ár í einu, og svo 2015 fæ ég náttúrulega þetta heat stroke og það er draga múið keppni og það er annað svona öðruvísi með erfiðari árum sem ég fari í gegnum í crossfitinu var það ár út af því ég hef aldrei hætt, ég hef aldrei gefist upp Já. og allt í einu var það ekki hausinn, það var líkaminn sem að gafst upp og ég svona, það skreiti, ég held að væri alltaf hausinn sem myndi gefast upp fyrst en núna var það bara, hausinn var bara reddi, ég var bara reddi, fór út í eitthvað vott og líkaminn bara responda ekki, það var bara sársöki allstar og ég var bara að rífa vöðva og slit og þú veist sem betur fer dró ég mig á keppni, ég gæti ekki rétt úr höndunum í 10 daga eftir mót og ég gæti ekki gert arbeið ennþá 2 mánuðum eftir mót, bara mér er ekki illt í vöðvanum en það var bara engin kraftur, ég hef bara fengið svona slemt, bara rhabdo og heat stroke getur að bara setið í vöðvanum svakalega lengi, þannig að ég svona sjálfsög að ég ekki hætt eftir það mót, það átti ekki að vera seinasta ár mitt, ég gæti ekki, þannig að 2016 það var svona ok, að vinna ég bara núna í ár. Og það ár var ég örglega í besta formin sem ég nokkuð tíma verið í en hausinn var ekki réttin stað og ég var bara drullu hrædd við sóluna. Það er bara, svo fáum við Murph aftur og ég hafði ekki þorað að horfa vídjón eftir að tóka Murph, það var annan mótið sem ég fekk heatstrokið í. Ég hafði ekki þorað að horfa vídjón eftir mótið og svo bara rétt árum við byrjum með vottinu, það sýnar bara klippu af leikunum ára undan, það sem ég bara eitthvað ganga delusional og detta hann eitthvað og ég bara, oh my god þetta er ekki bara að gerast aftur þú veist, tilfinningarna sem maður fekk aftur þarna, það var svona ok, þar eru svona ein af stærri mistökunum sem ég sé eftir er að hafa ekki klárað að díla við það, ég ítti þessu bara til hliðar og ég vildi ekki díla við það, en ég hef klárlega átt að tala um íþróttsálfræðing og vinna í gegnum mín mál áður en ég keppti aftur, þannig að það var svona bara ótrúlega disappointing ég man ekki hérna hvaða sæti ég var, ég held ég hafi ekki verið í 9. eða eitthvað og ég er að sjálfsög ekki satt við það, þú veist, ég er aldrei að keppa um þessi sæti, ég er að keppa um top 3 ekki bara það heldur líka, ég er að keppa náttúrulega bara um að standa með eins vel eins og ég get og ég bara underperformaði klikkað, þú veist, ég var mikið betri en það sem ég gerði, þú veist, ég var svo mikið betri heldur en þetta og það er svo leiðilegt að koma eitthvað út úr votti og það er bara eitthvað, vá, ég hef getið gert betur þú veist, það er eitthvað versta tilfinning sem þú getur fengið, þau ert í móti að ganga út og það er bara eitthvað, ég hef getið betur og hann að ég svona ákvað, ég varð að gera 2017 aftur, fann mér íþróttsálfræðing frábæran íþróttsálfræðing sem ég talaði við heatstrókið og vann mig í gegnum hræðslur og allt það, eins og segi, þú veist, ég er að læra eitthvað okkur einasta ári sjálf á mig og ég hef aldrei haft eins gaman nema eins og 2011 og 2014 það var hrikalega gaman að keppa sama gerist 2017 það var ótrúlega gaman ég naut þess svo að vera þarna og ég ætla bara að gera allt sem við get í hverju einasta votti og ég vil aldrei að mér líði eins og mér leiði 2016 bara koma fram og sjá eftir þannig ég bara þó svo að maður hugsa stundum að það er eitthvað mjög erfitt að eitthvað, vá, já, en það, þú veist 10 vott eftir á þessum móti, ég ætla ekki að drepa mig í þessu en ég ákvað því aldrei að gerast það er bara sjáum bara hvað næsta vott er og sjáum hvað gerist þar en í þessu ætla ég allavega að keyra mig út og komst í 3. sæti sem sagt 2017 og það var ótrúlega góð tilfinning það bara náttúrulega ekki eins og að vinna en þetta var samt svo stór sigur fyrir mig líka og því að það var svo margir sem voru búin að afskrifa mig á þessum tíma það er bara, já, hún er bara að fara niður á við dróð sig út 2015 lendi
ekki að palli 2016 og að halda áfram, Annie ætti bara að vera hætt núna, þú veist, ég veit að voru ansi margir sem voru farnir að tala þannig og byggust ekki við því að ég væri nógu góð lengur, en þetta var svona ég vissi betur og því ég vissi ég var í ógeðslega góða formi 2016. Ég líka verða að fá, þú veist, þeir sem kannski fylgjast ekkert mikið með þessu sporti og hafa ekki verið að gera það, þú veist, fyrir 9 árum, þú veist, keppnin þá var ekki svo sama og hún í dag. Já, hún er náttúrulega búin að breytast. Og það að þú hefur sko náð að halda þér þarna uppi svona lengi, það er magnað. Það eru ekki margir sem gera það. Þú veist, eins og Kristen Clever sem dæmi. Já. Þú veist, hún ætti ekki break í dag, fattar þú? Já, og aðrir íþróttamenn í kringu þeir eru bara búin að falla niður bara út af því að sportið bara varð of erfitt. Já, og árin í sportinu, ég held sem ég erfitt að vera eitthvað mörg ár á toppi í þessu sporti. Algjörlega. Nema er æfi rétt og nú er ég bara farin að æfa aðeins öðruvísi og eins og ég held er rétt fyrir mig og ég er ennþá með þennan drifkraft og því að svo ég var að tala bara í Jami fyrir viku síðan og því ég var að bæta með þessi beygju og við alveg bara pældi ég hvað geggjað því ég er búin að vera í þessu sporti í 10 ár og ég er ennþá að bæta mig. Þú veist, mér finnst það svo klikkað. Ég er ennþá að vera betri. Ég er ekki orðin besta Annie ennþá. Ég get haldið áfram að bæta mig. Ég get ekki bara bætt mig í styrk, ég get haldið áfram að bæta mig í hlaupi. Ég get haldið áfram bætt mig hellingi sundi. Þú veist, þetta er svona ég veit það ekki. Ég er ennþá bara svo sjúklega passionate að æfa að ég get ekki hætt strax. Mér finnst það geggjað. Ég bara samgleðstir með það sko. Takk. En mér langar að vita aðeins hérna, þú varst að tala um að þú fórst til íþróttasálfræðings. Já. Og ekkert endilega eitthvað svona dítilað, en meira bara, þú veist, að það sé til eitthvað sem heitir sálfræðingur og eitthvað annað sem heitir íþróttasálfræðingur. Já. Þú veist, að það þarf heila grein í þessari atvinnu sem sér sérstaklega um íþróttir. Já. Hvað er það svona sem að íþróttamæðurinn þarf að díla við sem að áhorfandinn endilega sér ekki? Ég held sem ég mismunandi hvað fólk er að díla við. Ég held sem ég geta að tala í gegnum hlutina með eitthvað sem er hvað er þetta orðið svona bara hlutlaus. Takk. Að ég á til að týna þessu orðum. Ég er ekki með fullkomna ensku og núna finnst mér ekki vera með fullkomna íslenska heldur. Betri ensku en íslensku? Í viðtölum. Nei, ég get tala í gegnum hlutunum með Jami, ég get tala í gegnum hlutunum með Fredrik, ég get tala mamma og pappa, ég get tala við það sem ég er að æfa með, en þau mun alltaf segja það sem ég vil að þau segja. Mér finnst gott að vera með einhvern utanakomandi og hann þekki mig núna mjög vel og er búin að, þú veist, að sjálfsög kynnti sér svona söguna mína eins og allt það, en þú veist, bara eins og þetta að geta talað um heatstrókið og hvernig mér leið. Ég held að maður þarf að tala um hlutina aðeins að upplifa það kannski aftur, skilur þegar maður að tala í gegnum þá, til þess að geta unnið úr þeim og ítt þeim til hliðar og komist yfir það. Þú veist, ég þurfti bara að tala um það, auka slíkurnar, ef ég fæ einu sinni heatstrók, auka slíkurnar þá og ég fá það aftur, skilur hvað get ég gert til þess að reyna að koma í veg fyrir það, kynna sér þannig hluti sem er alveg hellingur sem maður getur gert. Og ég talaði mér þess að við, hann komið þá í sambandi sérfræðing í svona heat training og hydration sem ég gæti að tala við líka og fara hans í gegnum hlutina með og síðan bara svona þessi pressa sem maður setur á sjálfan sig, hvernig maður getur haldið sem mótiverum, þú veist, hvernig maður að miða sig við aðra sem maður ætti ekki að vera að gera, þú veist, þú getur gert það til þess að reyna að peppa upp, eins og þegar ég sé einhverja góða stelpu lyfta einhverju þungu eða taka vott og gekk á tíma, þá getur ég notað sem mótivering og bara ég ætla að reyna þetta, ef hún getur þetta, get ég þetta, skilurðu? En svo getur ég líka notað þetta og láta þetta brjóta það niður, af hverju hún að vera svona mikið betur en ég er að standa í stað. Og ég held svakalega margir þurfa því að halda bara svona til þess að geta fókusað á sjálfan sig og fundið, þannig að hjálpa mig svona. Ég hef verið til dæmis góð að setja með markmið sjálf en setja hans öðruvísi markmið, svona aðeins hugalegri markmið. Hvernig lýsa þessir? Það er svo margt. Segjum bara til dæmis, ég er svona til dæmis hrædd við kannski landhlaup ef það er ekki keppni. Bara eins og í Dubai, þá vorum við með hlaup í eyðimörkinni, í sólinni og í sandinum og
þetta var svona tildulega langt og ég var pínu stressi fyrir því þá og þá ákvað ég bara að við ætlum bara að brjóta hlaupið upp, við erum búin að ákvæða ég með nákvæm plan áður en ég byrja, hvernig ég held mér eins kaldur og ég get áður en ég byrja og síðan alltaf lægi að mér sé heitt, það öllum heitt, það alltaf lægi, ég þarf ekki að ágjöra því og síðan erum við með að flagga hverju stað eða whatever og síðan ætlum ég að brjóta niður hlaupið og ég ákvað að brjóta það niður það sem að virkar saklega vel fyrir mig að brjóta það niður og til einhvað ákveðnu fólki ákveðin hlutarhlaupinu þannig að svona ákveðna kilometrar ég að gera fyrir sjálf mig og síðan það svona erfiðari kilometrarna ok, ég ætla að gera þetta fyrir pappa skilur við, ég ætla að hlaupa þetta vel fyrir pappa og það dregur mig áfram einhver ákveðin mantra sem ég með fyrir sjálf mig þú veist, ég tala svakalega mikið við sjálf mig þegar ég er að hlaupa, ég hugsa mjög mikið og það bara svona vá hvað ég er að standaði mig vel sjekk hvað úr góð í dag vá hvað lítið vel út, vá það eru allir aðra degi kringu þig og þú ert að halda þér enda betri skilur við, alls konar svona hlutir það er ákveðin rödd sem ég get haft sem að tala við mig, sem að toga mig upp þú veist, það er bara þægilegt að geta tala í gegnum með allt saman En þú sér eitthvað taka fram úr þér? Þá ert þú bara með eitthvað ákveði huga sem er fyrir þig þú veist, ég veit alveg hverjir eins og Sam Briggs og Kristján Holte voru aðna báðar skilur ég veit alveg að það eru góðar ég ætla að reyna að halda með þessi nálægt eins og ég get og einhvern tekur fram mér að bara ok, passa hún komist ekki á langt undan hún eftir að brotna niður, skilur tekur þetta endasprettinum eða eitthvað bara halda þessu tempói, þarf ekki að fara hraðar þarf ekki að fara hægar, halda bara þessu tempói skilur hann að sjálfsögða erfitt ég er alveg svona manneska sem á erfitt með að vera með eitthvað fyrir fram mig ég byrja vel tiltöla svona rætt og því mér liði vel að vera fyrir fram og hafa aðra alltaf mig heldur en að vera alltaf einhvern annan sjálf en þú veist, þá það eitthvað sem ég hef bara verið að æfa læt Fredrik kannski byrja hans á undan mér í voti og svo er ég bara, þó sem ég veit ekki menningin á honum, það ætla ég að reyna eins og ég get skilur þannig að þetta er svona að ég veit ekki, maður fyrir að æfa ákveðna hluti á hans uppbyggilegri hátt ef það make sense og með svakal oft þegar ég er að tala við hann það er svona, hann svarar mér með öðru en ég býst við og oft er þetta bara það er alltaf lægi á þessar töksu svona leiðhugsunum bara koma og svo fara þér í burt aftur skilur ég veit ekki, það er ýmislegt þannig sem er svona já, af hverju er ég stressuð ég var enda stressuð fyrir hverju einstu máti alveg vel stressuð en það er bara hluti af því ég held að ég hætti þegar ég hætti að vera stressuð og þá skiptir þetta mig greinilega ekki miklu máli lengur ég er stressuð út af því að þetta skiptir mig svo miklu máli þannig að þetta er svona já, ég veit ekki, altså sakalega, ég geti örgulega að tala endalist svona ýmis smár þegar kemur að svona það er mjög gaman að heyra það sko, líka út að þú ert búin að vera svona lengi í þessu eins og segir að þá sért ennþá stressu fyrir keppni, það segir svolítið mikið þú ert búin að vera að gera þetta svona lengi já þannig að gaman að heyra líka bara svona hvað þú þurft að díla við út að það eru örgulega margir sem að munu þurfa að díla við þetta eða er að díla við þetta eða geta sko sett þín vandamál bara svona svolítið heimfertu yfir á sjálfan sig þess að það tengist ekki íþróttum sko já, nákvæmlega og bara eins og markmiðasetningu og einmitt að geggjað einmitt að heyra þetta að þú hafi fundið svona í gegnum þetta allt saman að bara svona bifast ekki hvað þér finnst gaman að æfa já, þannig að þú veist, mér finnst það ennþá mjög gaman að keppa líka en ég elska ennþá að æfa ég verð ennþá spennt að fara á æfingu skilur ég er ennþá stressuð fyrir voti á æfingu þú veist já, bara 3-2 það er bara, já ég fæ alveg svona fyrildi magan en það er svona stress, spenna, tilhlökkun þú veist, það er alveg þannig já, ég man ekki hvað ég ætla að segja ég ætla að segja eitthvað mjög skemmtilegt þarna eitthvað mjög gott input það missið að því það er búið þannig að í kringum 2012 já. Þá ertu líka orðin svo mikið vörumerki finnst mér þú ert búin að stimpla það svo mikið inn sérstaklega sko á Íslandi þú bara dróst heila íþrótt til landsins já og náttúrulega ótrúlega mikil umræðum það hvað þetta CrossFit er slæmt fyrir þig og allt þetta og líka þú varst actually að sína fólk gæti ekki hort á CrossFit og vera eitthvað já CrossFit út af þú varst alveg að greiða pening á þessu þú varst að sæna Reebok og það var 20 miljóna í vinningsfí og þá svona heyrðu ok, wow þetta er eitthvað já, það er ekki hægt að ignora þetta varst ekki hefur ekki fengið að taka þátt í svolítið mörgu bara út af þessu sportni eins og bara það að vera Reebok athlete og að ferðast heiminn og keppa eins og í Dubai og alls konar
bara fullt á ótrúlega skemmtilegum hlutum bara, já, ég sænaði við Reebok 2010 og Já, það svona snemma mjög snemma, já, ég bara einn fyrstu, það var bara ég og held að Ritz hafi sænað á svipuðum tíma, hálfara setna kannski hvað hannig en já, þannig að við fórum svona eftir að ég vann leikana 2011 þá fórum við smá heimsreisum með Reebok og ég tæki fara til að búa eins í Boston hjá þeim og vera svona aðeins aðstöða með að þróa eins vörurnar og hjálpa til að gefa mitt input á skóm og testa mismunandi skó og toppa og buxur og alls konar þannig að það voru gaman að vera svona hluti af því taka upp auglýsingar með þeim og það var svona fyrsta major auglýsingar sem ég gerði og sá maður hvað svakalega vinna á bak við 1 mínútu klikkað sko en já að ferðast til Mexiko og Kóru bara hérna 2011 og sen hefur þetta haldið áfram bara svolítið þannig þetta er svona off-season maður svolítið mikið bara að ferðast og kenna, vera með námskeið eða bara svona meet and greet að reyna sérstaklega á þessum tímabili svona 2011-2012 þá er þetta stækka en það meira þetta er orðið mjög stort í Bandaríkjunum en þetta er svona að byrja að stækka í Evrópu og Asíu og það er í kring þannig að það er að eyða smá meiri pening í uppbygginguna þannig að maður er að fara og heimsækja þessa markaði til þess að svona promóta CrossFit þannig að maður fekk að vera gaman að hafa fengið að vera svona hluti af einhvern veginn uppbyggingunni á CrossFit ekki bara á Íslandi heldur svona aðeins á heimsvísu Já, algjörlega að svona já, að það er gaman að horfa aftur og vita til þess að maður er búin að vera hluti af þessi svona svakalega langan tíma og sjálfsögðu bara stoltið hérna á Íslandi að það er svona stór hluti uppbyggingunni hérna að það sé svona margir sem eru í þessu ég held að vita allir á Íslandi núna hvað CrossFit er Já. og eins og það segir þú veist að tala meiðslahættu og allt það, ég held að það hugafært sé búið að breytast ansi mikið núna og því að fólki sjá líka hvað er mikið benefit að því að gera þetta ef þú ert að gera þetta rétt þá ertu að koma í veg fyrir að laga meiðsli sem að fólki búið að vera að díla við fleiri ár og ég man aldrei segja að það sem ég er að gera holdt en ég held að það er engin afreksíþróttamaður í neinu sporti sem er að gera góða hluti við líkamna svona sér, skilurðu við erum náttúrulega að æfa sakalega mikið en ég trúi því, ég muni vera með góðan líkama þegar ég er án eldri eða ég vona það, ég er allavega þú veist, að sjálfsög ekki 100% meðsla laus en mörg meðslan sem ég er að díla við er frá ég var yngri í fimmleikum eða öxlinamur úr stönginni eða eitthvað skilri ég held að þess að svona já, ég held að segja ekki meira í CrossFit en í öðrum íþróttum allavega Nei og það er líka, það er enginn að kippa sér upp við það einhver, þú veist, landsliðsmaður í fótbolta sé með tóknan ökla það er veist, öllum sama en ef Anni mist með þessi í bakinu þá er það ég vissi CrossFit, við segðum verið það En finnst þér ekkert erfitt að og ég veit náttúrulega ekki hvort það sé erfitt en þú veist að svona, hvað segir maður forgangsraða æfingunum og þeim markmiðum sem þú hefur með að vel tækifærin sem er að bjóðast þér fattar hvað er að fara? Jú, ég skil alveg hvað þetta og það fólk hlýtur að tósa í þig úr öllum áttum og bara þú veist koma upp að þér í CrossFit-stöðunum þar sem þú ert að æfa og senda þér e-mail og hérna mögulega bara einhver geggju tilbúð frá stórum fyrirtækjum, ég veit það ekki Er ekki svolítið erfitt að managea þetta? Jú, maður þarf náttúrulega bara að velja og hafna og ég er með umbásmann sem að hjálpa mér að velja og hafna réttu hlutunum og svo lengi sem ég er að fulla að keppa í CrossFit þá verður ég náttúrulega að gera þetta á réttan máta það þýðir ekki að vera með bara endalaust sponsum og því að það ertu með endalaust ferði með að myndatökum og hlutum sem þú þarft að vera að gera og það gengur ekki heldur þannig að ég set síðan mitt yfirleitt þannig upp og ég get verið búið með flesta hlutana sem ég þarf að gera klára ég í kringum janúar, februar bara þannig að ég sé tilbúin og þá get ég verið með fókus á mínar æfingar mitt keppnistímabil sem að er win-win líka fyrir sponsa þá sem er að vinna með eins og svona önnu tækifæri það er svona já, ég held að þau eru bara svolítið að velja að hafna það koma önnu tækifæri eftir þetta líka og ég hef gert það þegar ég hætti kannski að keppa af eins miklum krafti í CrossFit eins og ég er núna það er bara þegar ég hætti kannski að keppa af svona miklum krafti engar veginn tilbúin til þess að yfirgefa þetta ég er ekki allavega tilbúin til þess að segja ég sé bara að hætta Nei, ég skil það vel Þú var samt 2017, þá varst eitthvað lést eitthvað frá þér að 2017 geti verið eitt síðast ár Já,
þú veist, ég hef aldrei sagt að þetta sé seinasta ára mitt og ég þoli ekki þegar fólk segir þetta er seinasta ára mitt og svo kemur það aftur skilur þau, taktu bara ákvörðun þannig að ég er þannig að ég mun aldrei segja að þetta sé seinasta ára mitt og koma svo aftur en eins og ég sagði líka, ég tek alltaf bara 1 ára viðbót bara 1 ára viðbót og því ég veit ekki hvað mun gerast eftir það mér finnst það erfitt og ég held sem íþróttamæður það er svaklega erfitt að plana mörg ár fram í tíman þá verður að hugsa 1 ár í einu og að sjálfsög get ég plana hluti sem ég langar að gera og ég er með fullt af hlutum sem ég langar til þess að gera þannig að það er ekki eins og að sé bara eitthvað vá, ég hætti crossfit og lífið mitt er búið ég er með svakalega marga hluti sem ég langar og ég hlakka til að tekla en það er svona svo lengi sem að ég hef þetta mikið áhuga á þessu og ég er að það bæta mig og ég hef hann drifkraft sem ég hef núna þá get ég alveg ekki sagt að ég sé að fara að hætta núna þannig en já, ég held að segja stór hluti af þessu er að passa sig að ferðast ekki of mikið og þú þarft að geta fókusað á þú veist, það er svakalega mikið vinna það er ekki nóg bara að komast á toppinn þú þarft að halda á toppinum og ég þarf að vera að æfa og ég þarf að hugsa um mataræðið mitt og ég þarf að hugsa um svefnum minn og allt þetta sem þú ert að nefna, getur við aðeins farið yfir bara fyrir fólk sem átt að segja við náði hvað þú ert að gera á daginn, þú veist, það hefur kannski séð crossfit-æfingar og allt það, þú veist, bara hvernig er æfingavika og þar alveg æfingadagur líka hjá þér, hvað ert þú svona að passa upp á, hvað gerir til þess að bæta þig? Typical æfingadagur, þá myndi ég vakna og fæ morgumat og fyrir æfingu og þá vakna ég yfirleitt svona kannski 8-leytið, mæta æfingu svona 9:30 á fyrir æfinguna mína er búin bara hádegi, kannski rétt eftir hádegi, svona 12:30, fæ með mat, mæti aftur á æfingu, kannski klukkan 2-3, eitthvað þannig, tek seinna æfinguna mína. Ef það var mjög erfið æfingu morgunin, þá legg ég mig í hálftíma á milli æfingana og síðan þegar ég er búin, þá kem ég heim, kvöldmat, slaka á, fæ mér aftur að borða áður en ég fer að sofa og ég er yfirleitt svona teyja kannski í hálftíma, klukkutíma, örugglega klukkutíma á næstu í hverju kvöldi þar sem ég er að teyja eða vinna í einhverju sem er stíft eða whatever, svona bara hluti sem ég þarf að gera heima. Ég er með teyju fyrir öxlina eða svona styrtaræfingar fyrir öxlina sem ég ger kannski á kvöldin heima núna og alls konar þannig að þetta er svona típiskur æfingadagur. Hvað sefur lengi síðan? Allavega 8 tíma. Já, ég vil helst fá svona 8,5 þá er ég ánægð, 9 tíma það er bara geggjað. Já, þá þarf ég síðar að leggja mig en þú veist, on season þá leggja mig eiginlega á hverju minnsta degi í hálftíma á milli æfinga en þú veist, off season þar ég minna því að halda og ég get leikið mér aðeins meira og hitt vinkonunnar og ég hef samt alveg að passa mig á því út af því að ef þú fer oflangt með þetta, ég fann alveg á tímabili það sem að komin í það bara oh my god, ég þarf að fara í IKEA á morgun og það er bara process út í að þá er ég að labba aukalega og á fótunum og stífna þá kannski bakinu og er ekki náður í covera fyrir næsta æfinga, það tekur mig klukkutíma að fara í IKEA, þá er ég með styttir tíma heima til þess að slaka á, þú veist maður er komin í þetta og ef ég er að fara að hitta vinkonur í kvöld, þá get ég ekki tyggt eins mikið og orðins tilbúin fyrir æfinga á morgun getur nauðsynlegt og mátt ekki láta gegntaka lífið þitt heldur og því að mér líður mikið betur líka andlega sem að ferta líkamlega ef ég get verið að hitta vinkonuna líka og borða hjá mamma og pappa og fara í bíó eða gera eitthvað skiluru á kvöldin eða á daginn. Ég held að það er nauðsynlegt að þetta gegntaki ekki allt lífið hjá manni. Það er svona, ég held að maður þurfa að hafa aðeins líf fyrir utan líka út af því að jú, ég meina þetta er vinnan mín en vinnan mín er ekki bara 8-4 á daginn, þú veist vinna mín er allir sólarhringurinn en ég þarf að vera með pásurinn á milli og þá er ég ekki að segja ég fari í bíó og ég fá mig pop og kók og súklaði skilru en ég get farið í bíó og ég get drukkið sódavatnið mitt og ég get notið þess að bara próteinbarið mitt og horta myndina, þú veist ég get alveg notið það sko, þannig að já, þetta er svona typical day hjá mér en ég mataræði. Elska það. Já, þú ert ekki að þreytast á rútínunni? Nei. Eftir öll þessi ár? Eftir öll þessi ár. Hún er alltaf að breytast og aðlagast og verða betri. En þú veist, þegar að nálgast keppni eða eitthvað svoleiðis, er spennan þá alveg mikil og alveg gaman að
fylgja þessu? Já og nei, já, oftast. Það getur alveg verið að koma smá svona, þegar komin ákveðið stress í mannum að segja eitthvað, ok, langar kannski alveg eins mikið æfingu núna og því ég hrædd hvað ef þetta gengur ekki eins vel eins og ég vil að þetta gangi, en það var kannski 1 dagur. Það var sjaldan sem okay. það er mjög sjaldan sem ég þannig. En þú væntanlega ert þá að passa upp á eins og þú ert að tala að vera að gera eitthvað aðeins utan crossfitsins að leiðast ekki ofan í þá grifju að þetta held ekki bara alveg lífið mann svo að þetta sé eina sem maður sé að hugsa ég held að það sé nöðsilegt en já, matræðið mitt bara svona ég hef alltaf leitað að borða bara mjög holt en þú veist, hreint fæði ég borða burrito og ég borða vefjina það bara þannig það ekki allir sem að leiða sér það ég leiði með það en ég er sem alveg komin í þá að byrja á því núna alveg vel fyrir leikana að vikta það sem ég borða á, þú veist, on season núna ég ekki að því, en núna veit ég hvað ég þarf að borða það er búin að læra að því já, ég held að það sem ég hafi vantað svona mest upp og ég hafi lært mest þegar ég er að vikta allt sem mann er svona að borða nógu mikið og nógu mikið að kolvetnum í kringum æfingu ég átti það til bara svona ég borðaði bara hádegismat og svo glimti ég að borða í kringum æfingu og svo borðaði maður bara kvöldmat og þá þurfti maður að borða svo mikið og ég get ekki borðað neitt sakalega mikið í einu þannig að þá var maður bara karblót á kvöldin í staðin fyrir akkurat þarna millu í kringum æfingarna þegar líka menn þarfa í sem mest að halda þannig að ég er með svona góða rútínu, ég veit bara alltaf hvað ég fæ mér í morgumat og ég er að passa að borða í kringum svona 3300 til 3500 kaloríur á dag og ég held það sé svona mikilvægast fyrir mig og svo drekki líka kolvetni bara á meðan ég er á æfingu til þess að fá nógu mikið já, stundum með að borða nógu mikið mat þannig að það fæ ég allavega nógu mikið þar og síðan leyfi mér að borða vefjuna á burrito Hvað er svona einn fullkomna cheat meal ef þú mætti bara fá það hvað sem er ég veit ekki alveg hvað fullkomna cheat meal væri Þú fer alltaf á Cheesecake Factory eftir leikana eða ekki? Jú, það passar endar ef ég er út í Bandaríkjunum, ef ég ekki sagt bara veitingasta sem ég fer á Nei, ég myndi að segja Emily's í New York fyrir það sem ætla að fara til New York það er að bestu hambúrgarir í heimi og ég stend við það það er bara einn hambúrgar á menjunum og þú getur ekki breytt á hann en hann er líka bara fullkominn en já, ég myndi að segja svona ákveðin eftirréttur á Cheesecake Factory chocolate godiva brownie sundae er uppáhaldið mitt og ég áttaði mig að því að ég hafði borðað sama eftirréttin 7 sinnum 5 daga eftir leikana Já Það er vel gert Það er vel gert Já Nei, það er svona já, trítið mitt er kannski svona góð súkkulaðikaka sem er svona úsing eða svona vel súkkulaði, ég fíla ekki köku skilur en ég vil hafa svona alvöru En ertu annars bara 100% í mataræðinu eða? Já, ég eins að það Ég borða á laugardagskvöldum fæ ég með svona það fæ ég mér eitthvað, yfirleitt ís Þú ert að hafa ekkert að vikta það? Nei, það bætist bróna Já, þú ert ekki Ég held að maður hafa bara gott að í stundum Þú verður allan að hugsa það Gefur líka mér smá sjokk en í alvöru, ég held að hausin eða gerir helling fyrir hausin á mér að leiða mér að fá aðeins mér þess að helgina fyrir leikana þá fæ ég mér smá ís á laugardagskvöldi og því ég vil það og læt mér lifa vel Fíla En æfingar, út af að það sem að þú byrjar síðan að æfa með Bjögga Já sem er svona besti íslenski kallkyns crossfitterinn Já Við fengum loksins einn gaur sem var góður í crossfit Einn son Já, einn son Ég held að það verði aldrei þing Íslensku synirnir Já, það er svo krúttlegt eitthvað Já, fallegt En það er bara íslenski sonur Hvernig kynnist þú honum? Fannst eftir því það hann kemur bara frá Hveragerði yfir í CrossFit Reykjavík Ég var aðeins með bróður hans Heiðari Já, ég var aðeins með Heiðari hann kefti náttúrulega leikar með í liði og eitthvað með CrossFit Reykjavík svo var ég bara eitthvað að CrossFit Reykjavík og hann kom hann og ég eitthvað viltu beygja með mér og við beygjum saman Þar byrjaði þetta Nei, með svona áhugavert, hann var að koma 5 leikum yfir í CrossFit og með það mjög spennandi og því að var loksins strákur þetta var meira svona, ég hefði áhuga að sjá hvað hann gæti, skilurðu Og var strax potential í honum með það? Já, mér fannst það algjörlega Og
ástæðan fyrir að ég spyr út í Bjögga er út af að þú veist, þið eruð eiginlega bara svona hann er bara hluti af þínu teimi Hann er hluti af leiðinu mínu bara í dag. Jú, ég er bara búin að taka hann alveg upp á þínu arma Já, nei alveg með liðstundum eins og ég sem mamman sko. Aha. Já, eða segjum stóra systir Já, ég köpi það En þið eru hérna í trainingplan krúinu Við erum trainingplan krúið, já Og hérna undanfarið þá og við rættum þetta aðeins í podcastinu við Bjögga líka að sjá ykkur æfa með hérna hjartsláttamæla og svoleiðis og eins og þú varst að tala um að ég mér að láta ykkur gera nose breathing og eitthvað svona þú veist, hvað er málið með þetta allt saman? Þetta er oft svolítið vísindalegt hjá okkur og miklu vísindalegra en þetta var Já, við höfum alltaf verið eins og ég sagði þú veist, ég spyr svaka mikið spurningum og Fredrik er náttúrulega sem sagt kærasti minn, hann er svakalega svona vill tölur, fílar tölur og fílar vísindi á bakvið það sem við erum að gera þannig að þegar ég spyr Jami þá er svona af hverju að gera þetta og þá sendir hann mig grein og ég ok, hann er greinlega búin að lesa þetta gott en Fredrik tekur greinina og les greinina skilur okay. Hann tekur þetta alltaf skrefinu lengra ég er svona treysti þess að það bara en já, þetta er svo sagt við byrjum að gera þetta eins bara til að vinna í svona base endurance hjá okkur og því að CrossFit er svakalega mikið bara 3, 2, 1 byrja og þú fer bara full out og svo reynir þú bara að survive það sem eftir á átunu það er svakalega mikið þannig og eiginlega alltaf því er bara high intensity training þannig að það var bara það sem við gerðum við liftum og svo tókum við high intensity training og þú ert að meina bara hjartslátturinn er á fullu hjartslátturinn er bara fullu frá byrjun þangað til úrbúin það er bara þú ert bara í sýru og hérna síðan fyrir við að vinna það aðeins með púlsmælir og því að þú ert náttúrulega með mismunandi svona energy zone eða level sem getur verið að vinna í og við erum að vinna svakalega sjaldan í einhverju sem er fyrir neðan þetta sem sagt svona lactate threshold eða sýru thresholdin hjá okkur og erum komið það inn í æfingarnar okkar og ég finn bara svakalegan mun bara á recovery hjá mér minnst að hjálpa mig bara svona kenni líkonum aðeins að vinna með aðeins lægri púls og það hjálpa mér. Þú tala með svona zone 2 æfingar? Bara öll zónin eiginlega. Við vorum að vinna á recovery dögum er svona zone 2 eins og í dag tók ég klukkutíma á zone 2 það er svona alveg recovery en síðan tókum við svona millipúlsæfingar líka sem að er bara ventilatory threshold training bara það sem að næsta svona stökk þannig að þú ert að vinna í púlsinu og það kemur allt í einu svona búp, stekkur hann upp aðeins meira og við erum að vinna í því við viljum hafa þetta eins jafnt línuna í raunum bara til að gera þetta einfalt þá viljum við hafa línuna eins jafn eins og við mögulega getum þannig að komum aldrei eins og sjokk á líkamann þannig að við erum að vinna í kringum þetta ventilatory threshold það er það sem að þú er svona sem á sér til að hlaupa það sem að þú finnir að andardráttunum breytist allt í einu það er í kringum svona 145-155 hjá flestum þannig að við erum að taka svona milli langar æfingar þar þannig að kannski byrjum í 2012 mínútum og lengst þess að við erum að taka kannski 2025 mínútur þar en það var eitthvað sem að ég fann bara að mig vantaði ég gati ekki unnið á þessu púlsi ég var að vinna og púlsin fór alltaf of hátt þannig ég þurfti að fara svo ótrúlega hægt þetta voru hrikalega pirrandi æfingar fyrir maður að taka bara með leiðilegar æfingar sem ég tók en ég grætti svo mikið á þessum æfingum ég fann bara að ég gæti látið púlsinn droppa hraðar á milli æfinga þú veist þegar ég var svo að keyra púlsinn upp og líka minn kunni bara vinna betur úr orkunni og hjálpa mér að recovera þannig ég kom með meira vöðvum sem að svona hjálpa þegar ég komin í sýru að losa sýruna fyrr skilur mig þannig að þetta er eitthvað sem ég er bara búin að halda þá inni og því ég finn svakalega mun á mér að geta tekið þessar æfingar og síðan að koma þá kannski inn í þessar æfingar er bara og getur stundum vera með þannig svo lengi sem þú getur haldið neföndun þá ertu í kringum rétt að sóna nú er ég farin að geta haldið neföndun á mun herri púls skiluru Þannig neföndun er í rauninni bara til þess að takmarka súrefni til líkamanns eða eitthvað Já, í rauninni og hita kannski bara upp þú veist, þundina almennilega kenna þér á öndunina við öll svo til að anda í trappana eða anda, þú veist, anda skringlega þetta er bara svona kenni þér á og slakar á líkamannum þú veist,
þegar komin upp í smá panikki og tekst að fara nefendun þá svona er þetta að slaka bara á kerfina þess fyrr pluss þetta svona hefur einhver áhrif á mismunandi hormóni líkamanum en þetta svona vinnur allt saman. Og last greinilega greinina sem að ég las greinina sem að sendi. En þú og Fredrik byrjuðu síðan með námskeið í kjölfarið? Já, við vorum búin að fylgja þessu. Við vorum búin að fylgja ákveðnum prógrami í einhver 2 ár og það var bara eitthvað, þetta er svo geðveikt, ég er búin að láta mamma og pappa gera þetta. Þetta gerir líka bara svona endurance training skemmtilegra að vera með púlsmæli. Þetta er alltaf einu leikur. Já, algjörlega. Þú veist, eins og þegar ég er að vinna í ventilatori þressoldnum hjá mér, þá er ég kannski má ekki fara yfir 153, segjum það er ég svona í 153 og ég reyna að fara eins hratt eins og ég mögulega get í 153 og munurinn frá því þegar ég byrjaði þá til núna er hann svo mikill, ég gat til dæmis ekki hlaupið bara leið ég var að hlaupa þá fór púlsinn herra nema ég myndi bara fara að labba, ég gat ekki náðu svona skokki hann á milli, þannig að núna er ég farin að geta gert svo mikið með lágan púls sem því það sem að við byrjum með voddi þá get ég haldið mér fyrir neðan sýruþröskuldin svo lengi áður en að ég er farin að vinna á í rauninni of háum púls eða þannig séð. Bara sýra að byrja að myndast og bara getur ekki haldið áfram lengur. Og ég get losað það mikið hraðar heldur en ég gerði áður. Þannig að ég var farin að láta mamma og pappa gera þetta út af því að mamma til dæmis þolir ekki að hlaupa eða þoldi ekki að hlaupa, fannst leiðilegt að hjóla, fannst leiðilegt að róa. Þú veist, flestum finnst þetta skemmtilegt. Núna er þetta allt í hennu bara hvað, hann er fannst að geta skemmtilegar æfingar. Þú komið púlsmæli, þú komið markmið, við getum látið alla gera það sama. Mamma getur verið hérna að taka sömu æfingu svo ég, svo lengi sem ég er búin að reikna út púlsinn fyrir hana, þarf við að taka sömu æfingu, bara með sem hann er hraða, en við erum báðar að ná markmiðin okkar, við erum báðar að halda okkur ákveðin tíma á rétta púlsinum fyrir okkur, í réttu sóni fyrir okkur. Þannig að þetta er einhvern veginn svona, já, okkur fannst það skemmtilegt að við ákvæmum að vera með námskeið líka með þessu og það er bara búin að vera frábæra undanir, þú veist, á námskeiðinu, fólk er að fara að læra meira inn að sjálfan sig, eins og það vantar, það er eina sem ég finnst vanta eins og CrossFit er þetta svona að læra að fara steady og það er svolítið erfitt að fara steady að þú ert ekki með púlsmælir og því þá veist ekki alveg hvað þú ert að gera. Núna veistu það bara, þú ert bara með tölur og þú reynir að vinna eins hratt og þú getur, þú veist, við erum að reyna að geta unn hraðar með lægri púls, skilurðu, það er leikurinn. Þannig að allt í einu er endurance æfingarnir er bara fyrir að vera mjög skemmtilegar æfingar hjá mér. Já, ég það var einmitt með þessar svona hægu æfingar þá er, þú veist, það var eitt þjálfari sem er svona ultra endurance þjálfari, hann var að tala um að þetta ætti að vera, bara þér ætti að líða og átt að labba út af þessar æfingu og bara líða eins og að þetta hafi verið til einskis. Já. Og það, þú veist, þetta er engin átök og sérstaklega ekki svona átök með að við vot, svona alvöru CrossFit vot sem er bara ótrúlega sálsökafullt. Já. En hann var líka að tala um hérna eitthvað sem að ég hef heyrt Jami tala um einnig, sem er svona polarized training og að þú veist að ef þú skiptir æfingavikunniðinni upp þannig að þú tekur mjög hart á erfiðu dögunum og mjög lítið á því á auðvöldu dögunum, þá nærðu að fara skiluru bæði all in og recovera, en það sem svo margir gera er að fara svona millivegin, svo að fara too easy on your hard days and too hard on your easy days. Já. Veist, ég geti trúið að þín fyrstu ár í bara æfingum hafi örgulega verið svoleiðis. Já. Var þetta ekki bara eins og þú setja saman vot og bara, herruðu ekki bara negla á þetta? Jú, saglega mikið þannig. Ég veit ekki einu svona hvernig ég hita upp, ég man ekki hvernig ég hita upp fyrir átan, þú veist. Hita bara ekki upp? Nei, ég held ég að bara fara í það. Er þetta búið að breytast mikið síðust ár? Já, þetta er búið að breytast mjög mikið senast ár. Ég var líka alveg þannig, þú veist, ég gerði mikið til að byrja með, þá var ég kannski með vott á tókjuvotið og svo ef ég var ekki ánægð með það, þá tók ég að vera aftur til þess að reyna að bæta mig, skilurðu. Þannig að það var ekkert eitthvað svona, er gáfulegt að gera þetta aftur, make a sense. Að sjálfsög áttu bara að fara nógu hratt til að byrja með, en það eru svolítið margir sem fara í þetta bara svona keyra á og finnst bara svo lengi að gera prógramið, þá verða það betri. Það er ekkert nóg. Ég trúi allavega ef ég myndi deila prógraminu mínu með einhverjum öðrum, þá er einhver annar ekkert að fara að verða eins góður eins og ég, nema að gera það að sama hátt eða betur. Já. Það er ekki nóg bara eitthvað, tjekk, búið með þetta, tjekk, búið með þetta. Hvernig gerður þetta? Gerður þetta eins hratt eins og gast? Lyfturu prósentunum sem voru á prógraminu?
skilurðu, og á eins og segir recovery dögunum ertu að taka rétta recovery, ertu að fylgja rétta recovery protokollinu. Þannig að ég held að skipti saklega miklu máli hvernig maður gerir prógramið og að vita það hvernig maður á að gera prógramið skipti miklu máli. Þú ert nú búin að vera í 10 ár á toppnum í þínu sporti. Já. You've seen it all þegar kemur að crossfitinu. Hvað finnst þér svona, þó svo við séum búin að vera að fara yfir það núna síðasta klukkutíman eða hvað sem það nú er, þá erum búin að fá mikla innsýn inn í hvað þú hefur lært af þessu, en er eitthvað svona annað sem bara ekki endilega crossfiti, heldur bara íþróttirnar hafa kentir og eins og tala og lært svo mikið á sjálfa þig, þú veist, ertu bara önnur manneskja en þú varst áður að byrja í þessu, sem voru þetta hlýtur að vera út af því að þetta er 10 ár sko, og 10 mikilvæg ár. Já, bara með öllum ferðalögunum og öllum mismunandi, þú veist, hlutinu sem maður er séð og upplegar er maður alltaf að breytast og growing as a person. Nei, ég held að sé líka bara ég held að eitt af stærsta sem ég hef lært er að þú verður að fókusera bara á þig. Þú getur sagt þér markmið, þú getur verið með fyrirmyndir og allt það, en þegar kemur að því þá er þetta bara þú gegn sjálfið þér. Og ég held að það sé svona það sem er erfiðast að læra og erfitt þegar maður er að tala við einhvern markmiðasetningu. Það er svolítið erfitt að setja þessi markmið, segjum eins og núna, ég er með markmið, segjum að ég setja með markmið, ég ætla að vinna heimsmeistaramótið á næsta ári. Það er svakalega erfitt markmið að geta sett sér út af því að ef ég vinn ekki er það failure, skilurðu. En ef ég geri allt sem ég get og þá er ég að tala ég er að taka þessa auka prósentu, ég er að taka þessa ákvörðun, ég ætla ekki að fá mér eða úr með nammi hérna borðin, ég ætla ekki að fá mér þetta nammi núna og því þetta seinasta prósent, það eru margir sem að leggja þessi 90% á sig, það eru þessi 10 auka prósent, taka réttar ákvörðanir, passa þú náir nógum svefni, vigta það sem þú ert að borða, þú veist, passa þú sért að fá næringunum sem þú þarft, leggja á þig allt okkur einasta degi. Ef ég geri allt þetta og mæti svo og ég geri allt sem ég get í hverju einasta voddi á mótinu en ég vinn samt ekki, þarf að fyrir utan það sem ég get ráði við, skilurðu. Það má það ekki vera eins og failure fyrir sjálfur mér bara út í einhver annar það betur heldur en ég, skilurðu. Ég held að það sé svona eitt af starra sem ég hef lært. Ég mun enda að halda fram að setja mig markmið að vinna, en ef einhver annar er bara eða einhver önnur er bara betur heldur en ég og vinnu mig, þá er það bara þannig, svo lengi sem ég ger allt sem ég get. Þannig markmiðið verður að koma frá öðrum forsendum? Markmiðið verður að koma bara svolítið frá þér, út frá sjálfri þér, eða út frá þér sjálfum, skilurðu. Þannig að ég svona, bara eins og í fyrra, það fannst mér ég gera allt sem ég gat í hverju einasta eventi, ég lenti í 3. sæti, 10 var bara í betra formi heldur en ég, hún var bara betri, kannski ekki betra formi, segjum hún fekk betri event eða stóð sér betur eða var betri upplögð eða whatever sem það er eða betri og bara vann með þar. Cara Webb var bara í öðru sæti og var bara betri heldur en ég þar. Ég gerði allt sem ég gat og þá er ég bara ánægð með 3. sæti. Ég náði markmiðinu mínu og ég gerði allt sem ég gat. Núna í ár, ég var í aðeins betra formi en það sem að gerðist. Ég var að díla við smá svona shit sem var í gangi, en ég gerði það sem ég gat þegar ég komið á völlin og þá þýðir ekki annað en að vera bara ánægð með það sem maður gerði. Þannig að ég held að segja, þú getur enda að setja markmið en það sem aðrir gera er svona out of your control. Þannig að þýðir ekki bara að vera miða við, þú myndi aldrei verða successful held ég að þú miða þig bara við aðra, þú verða miða við sjálfa þig, sjá hversu mikið betur þú búin að verða þetta árið. Hvernig stóðst þig þegar þú fórst fram og læra það á þeim mistökum sem þú gerðir og reyna að laga það næsta skipti sem þú fara að keppa. Ein mantra sem ég sé þið svolítið deila í gegnum árin er enjoy the journey. Kemur það frá dimmum stað? Var það eitthvað sem þú þurftir? Nei, ekki endilega. Þetta var bara eitthvað sem ég uppgötaði hjá sjálfri mér. Það er bara, við erum alltaf að hugsa það næsta og segjum bara hlakka til jólana, skilurðu, whatever. Eitthvað sem öllum hlakka til. Já, eitthvað sem öllum hlakka til. Nei, það er svo margt sem er í gangi á leiðinu og ég finn það bara, eins og segja, ég elska að æfa. Þá ætla ég ekki bara að hugsa
næsta mót og eftir næsta móti þú veist, ég ætla að hugsa hvað ég gerir í dag til þess að vera betri og ég ætla að njóta þess að fara á æfingu dag og hver veit hversu lengi ég maður geta gert þetta þannig ég ætla að passa upp á að ég njóti þess að meðan ég geta svo þegar ég er komin á leikana þá ætla ég að njóta þess að uppskera alla þessa vinnu sem ég er búin að leggja mig fram að gera núna er komin tími til að njóta þess og sjá hversu góð ég er orðin og sína hversu góð ég er þannig að þetta er svona já, eitthvað sem ég bara uppgötaði hjá sjálfur mér að ég þurfti bara að njóta og það sem ég gerði og það er það sem er búið að koma það sem ég er núna og ástæðan fyrir að ég sé ennþá í því sem ég er í og ég held að ég mun alltaf halda áfram í þessu því ég elska bara það sem ég er að gera ég veit ekki Geðvægt. Mér finnst það mjög inspirerandi og mjög gaman að fá þessa innsýn inn í hugarheim þessa 10 ára ferlis Já áður en ég kveð þig þá verði ég að fá að heyra hvernig það var að hitta Klókov Klókov, af hverju? Hann er bara geggjaðasti karakter af öllum sem þú er hitt Fylgstu það? Já Mér finnst hann algjör snillingur sko, ég elska hann er frábær Við fórum að hittum hann á Ítalíu og vorum að vinna með honum áður en hann fór að vinna með nokkrum crossfiturum hann bara í einhverju hann kom svona einhvern veginn bara úr ég veit ekki hvað, hann bara byrjaði allt í einu fekk hann nettengingu Já, eitthvað er það ég veit ekki, kom sér út úr Rússlandi í nettengingu ángríns Já, nei, ef ég var alveg hrylskilu vissi ég ekki hver þetta var fyrst þegar hann hafði samband Í alvörunni? Já Wow. Og hann bauð mér og Fredrik bara að koma í smá æfingabúðir personal training á Ítalíu og við bara okay. Já þannig að við mættum og æfðum með honum og ótrúlega gaman sko en erfiða var að hann talaði enga ensku þegar ég hitt hann fyrst eða svakalega litla og hann var með svona túlk sem að túlkaði frá rússnesku yfir á ítölsku og svo vorum við með annan túlk sem túlkaði frá ítölsku yfir á ensku þannig að hann var kannski að segja eitthvað og var að sína og tala svo fór ég í gegnum einn og svo fór ég í gegnum hinn og svo kom hann til mín bara eitthvað keep the bar closer ég eitthvað, nei hann sagði sko 20 setningar ég vil heyra þetta þannig að þetta er meira bara svona hands on og útskýra með svona tákmáli og eitthvað svo vann hann sig svona já, hann gæti alveg talað einhverju ensku vorum að borða og ég píndar inn gegnum ég reyndi að fá hann til að gera crossfit og að hann var ekki alveg tilbúin í það strax við tókum bringsali up and down saman Sér það sem eru með bara stöngin á bakinu og já, erum að taka hnepi yfir lagi Tókuðu aldrei vót saman eða? Jú, svo nitti hann í eitt eitthvað vót með mér, hann tók eitt vót með mér hann og svo tók hann Ísabel Það er svo geggja koncept að vera með Dimitri Klókov í vóti Já, ég tók ánlega fiska með honum hann getur aldrei ekki vót með mér og svo kom hann til Ísland, svo var með námskeið hérna og svo kefti hann í Grit en ég heit hann þar aðeins leika við förum alveg og ég bekk og við heitum starflega á FIBO Hvað er það? Stærsta fitness-expo í heimi í Þýskalandi hann mætir alltaf þangað og ég fyrir alltaf með róganga Herðu, já, rógóra ég var að horfa á Fullsterkur daginn Já Ótrúlega flott mynd maður Takk, ég er alveg samlega, þetta er hrikalega flott mynd Ég held að þetta sé líka bara vel gert, bara íslenskt promotion sko. Algjörlega og líka bara að eiga þetta að bara dokumenta þetta Já. bara þessa bændur og gæðina sem voru að tala um steinana og ég er svona herrðu, wow, hvað er mikilvægt að einhver veit þetta bara þjóða stoltið sko. Algjörlega og fara með Stefánus og það sem hann er að lyfta allir með þessum steinum í kringum landið Líka bara gaman að fá að kynna Steima með svona, skemmtilegastu hlutin var þegar hann var að tala um hvernig hann komst inn í greina sína, ég held að það er svo áhugavert að heyra bara hvernig fólk kemst besta íþróttafólk í Íslandi, hvernig kemst það þangað eða komið, hann bara eitthvað hlaupið með dótakassana sína 4 ára bara eins og að vera gett ungir og bara ég ætla að vera sterkast maður heims, þú veist það er ekki cool það er ógeðslega gaman að kynna Steima þess Var það alveg, var einhver áttu þú einhvern svona inspiration sem þú leist upp til þegar þú varst að byrja bara svona sem lítið krakki að langa að vera íþróttamaður, var einhver Íslendingur sem var heillandi út af því þú ferð svolítið sko crossfit er náttúrulega enga veginn viðurkennt sport nema innan mjög lítils hluta þjóðfélagsins þegar þú byrjar og síðan kemur klassíska umræðan sem er náttúrulega steinduð núna bara, mössuð kona bara, hvaðan kemur það? Þú ert fyrsta massaða konan sko. Wow,
cool Þannig Nei, ég Varst allan tíma bara, ég get bara gert það sem ég langar til að gera og gera það bara Ég ætla að vera bara ef ég alveg hreinskælin þá svona í stangastu ekki valaflossan alltaf fyrirmynd skilur þar og þórið þetta en svona minn íþróttaferil það var ég alveg aldrei með eitthvað svona sakalega fyrirmynd að einhverjum og það var aldrei einhver sem ég var eitthvað ég vil vera þessi ég var alltaf bara ánægð að vera ég og það er svona típist og hljóma korni en ég alveg það bara stærstu fyrirmyndina mínar eru bara mamma og pappi þau eru bara svona þau hafa bara alveg með þannig upp að ef ég vil gera eitthvað þá get ég það bara getur verið ógeðslega erfitt en þú getur það og skiptir ekki máli hvaða profession þú velur svo lengi sem þú ert best í því það verður successful þú veist, það myndi skara fram úr og þú myndi eiga frábært líf eða þú er bara að finna eitthvað sem þú ert passionate og það er bara það sem ég gerði og þau hafa bara stað á bak við mig 100% í því og ég er bara hort á bara þau vinna bara hart að því sem þau vilja gera og þá gengur þeim vel og það er bara svona það sem ég hef lært að gera og í kjölfarið ruddir brautina fyrir aldeilis marga Íslendinga og fólk út í heimi til þess að byrja að hreyfa sig og leggja þetta fyrir sig og þetta er búið að vera frekar magnaðar ferill sem mót Já, mér finnst það. Ég er allavega ótrúlega stolt af því sem ég hef gert og veist, ég er svo ótrúlega stolt af hvernig Katrín hann er búin að standa sig og hvernig Ragnheiður er búin að standa sig og skulum ekki gleyma hinum stelpunum Þuri búin að vera að leika honum nokkru sinnum og eða íslenska syninum eða íslenska syninum Björgvin Karl ég er mjög stolt af Björgi Nei, þú veist ég veit það ekki, ég er bara ótrúlega stolt að hugsa til þess hvað þeir eru búin að standa sig vel ég mun aldrei segja að ég eigi eitthvað stórt í því skilru en svona að hafa sýnt fram á þessi allavega hægt algjörlega það er stór partur af þessu og það spilar risastóra rullu inn í bara af hverju, þú veist, ég byrjaði með þess að hreyfa mig þú veist, í alvörunni, að bara fólk sá þetta og bara, ok, þetta er hægt og eins og svo margótt verið talað þú veist, þetta er ekki hægt fyrir einhver einn gerir þetta og þá geta svo margir aðrir þetta nákvæmlega og það er svolítið cool að það er örgulega margir þér eitthvað að þakka þegar kemur að bara hreyfingu og hafa afrekað eitthvað það er allavega frekar magnað hvað við erum búin að standa okkur ótrúlega vel þegar kemur að sérstaklega crossfit en ég myndi bara að segja sporti á Íslandi við erum bara ótrúlega sterkt fólk á Íslandi það er bara þannig, við erum bara byggð sterk það farið einmitt yfir það í fullsterkur myndinni sem ég mælu með, hún er á YouTube frí áhorfs, ótrúlega flott og falleg mynd sem heitir Fullsterkur, finnið það strax eða sláðu þetta inn á YouTube Herðu, köllum þetta gott, Annie Mist Tórsdóttir takk kærlega fyrir að koma loksins náðu að spjalla saman takk sem leiðis, þetta var gaman já, það ekki bara Jú. og bara gangið vel í öllu sem hún tekur fyrir hendur áfram þú takk fyrir því Þá er þættinum í dag lokið kærar þakkir til sponsora þáttarins Joe and the Juice og Origo. Þá er næst.